sé alltaf bara að hugsa hana. Það er bara fínt, þetta er ekki fullt af fólk í smíðum.
Sko ég sótti hérna í FMA og hef ekki séð því. Þetta var bara besta ákvörðun sem ég nokkurn tímann tekið. Þetta er náttúrulega áfangakerfi og það hefur hentað mér mjög vel sko. Það tóku allir mjög vel á móti mér. Mjög þægilegur skóli yfir höfuð bara. Námsframboðið er ótrúlegt og þú getur alltaf fundið eitthvað sem er við þitt hæfi. Svo margt í boði og þú getur alltaf fundið eitthvað sem þér finnst gaman að gera eða vilt vinna við. Það er svo mikið í boði, bara ferð inn á síðuna og þú getur séð bara, það er bara endalaust af hlutum að velja. Ég bara absolutt elska kennarana mína. Þetta eru bara eiginlega bestu vinir mínir. Ég get spjallað við þá hvað sem er og beðið þá aðstoð og ábendingar og fleira og það er alltaf jafn gaman að spjalla við þau. Mér finnst bara að kennararnir vilja svo mikið að það gangi vel. Þeir koma alltaf til móts við þig bara ef það er eitthvað þá bara þeim langar svo mikið að það gangi vel og bara elska kennarana hérna. Maður finnir það alveg, bara skólinn, bara allir hérna vilja að það gangi vel. Þeir vilja að þú útskrifist. Aðbúnaður hérna í FMA er náttúrulega til fyrirmyndar. Þetta er allt, það er bókasafn og til þess að læra vélstjórn og rafvirkjun og smiður og svo er FabLab líka sem allir geta sótt í. Við höfum bara aðgang að rosalega miklu hérna og ég verð eiginlega bara hissa á því hvað er mikið til hérna. Ég er á heimavistinni. Þetta er bara, sem ég segi, stórt heimili sem að margir eru og mjög gott að verða bara. Starfsfólkið á heimavistinni er rosalega vingjarnlegt og það er alltaf hægt að leita til þeirra ef það er eitthvað. Þegar maður býr og stundar nám í svona minna samfélagi þá er miklu meiri svona persónuleg þjónusta. Mun svona aðgengilegra að fá þessa hjálp sem maður þarf og auðvelt að biðja hana. Félagslífið í FMA er
mjög gott. Það mjög fjölbreytt, það gert mikið. Það söngvakeppni og það leikrit og það árshátíð og jólaball. Stjórnin mjög vinaleg, tökum vel á móti ykkur, ég get bara sagt ykkur það. Mér finnst ég bara búin að fá mjög mikið sjálfstraust við að vera í þessu námi. Ég bara búin að gera fullt af hlutum sem ég hélt að ég myndi ekki geta. Ég alveg viss að ég muni aldrei gleyma kennurunum og starfsfólkinu hérna. Bara yndislegt fólk. Hafa ýtt mér svo mikið áfram. Ég komst bara rosalega mikið að því hver ég var í þessum skóla. Ég ekki spennt að útskrifast. Mér langar að vera hérna að eilífu. Velkomin á vistina! Hérna anddyrið og hér gæsla allan sólarhringinn og ef enginn starfsmaður við alltaf hægt að hringja í vaktsímann. Hérna svo þvottahúsið okkar. Þú kemur með óhreina þvottinn, flokkar hann hér og svo færð hann hreinan og samanbrotinn inn í þinn eigin skáp. Hér svo mötuneytið okkar og hér snæðum við morgunmat, hádegismat og kvöldmat. Hér í mötuneytinu svo líka haldið jólahlaðborð einu sinni á ári og skorið laufabrauð og bara alls konar skemmtilegt. Hér svo flotta setustofan okkar, þar sem hægt að fara í pool, læra, spila á píanóið, horfa á sjónvarpið, spila og jafnvel dansa. Hér sjáum við svo herbyggi á nýju vistinni. Svona það þegar þið takið við því og þið megið breyta og skreyta eins og þið viljið til lengi sem þið skilið því aftur eins og þið kemur við því. Hér við svo komin á gömlu vistina. Með svona frábært herbyggi, 2 rúm bara fyrir þig. Herbergjaskoðun á 2 vikna fresti og áhersla lögð á að hafa herbergin snyrtileg og bara hrein. Hér höfum við svo frábæra aðstöðu til að geyma bretti og skíði og svo jafnvel hjól. Í nágrenni við vistina svo allt sem þú þarft að halda. Sundlaug, líkamsrækt, stutt í báða skólana, félagsheimilið Rósenborg og svo stutt í krambúðina, lystigarðurinn.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jæja, góðan daginn. Endilega koma hérna og fá okkur sæti. Við förum að byrja þetta hérna bara hvað og hverju. En já, góðan dag og veriði öll velkomin. Ég heiti Vilhjálmur Kristjánsson og er kennari hérna og hef haldið utan lokaverkefni nemenda í vélstjórnarnáminu. Þetta er stór áfangi í námi nemenda okkar og endapunktur á löngu og lærdómsríku ferðalagi sem að námið sannarlega er. Tækninám skiptir gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið hér á Norðurlandi og í minni samfélagum er oft þörf fyrir fjölhæft fólk sem kann að leysa vandamál, vinna með nýja tækni og leita lausna og halda upp í innviðum sem við treystum á daglega. Með tæknimenntun erum við ekki bara nefnilega að læra fyrir okkur sjálf, við erum að byggja upp þekkingu sem nýtist nærsamfélaginu, atvinnulífinu og síðan auðvitað framtíðinni. Það er mjög brýnt verkefni sem skiptir okkur sem hér störfum miklu máli sem og að það styrkir atvinnulífið að það verði ráðist á krafti í uppbyggingu hér í skólanum með aðstöðu fyrir kennslu og ekki síður aðstöðu fyrir nemendur. Skólinn var hannaður fyrir mun færri nemendur heldur en eru hér í dag. Það var ekki gert ráð fyrir mötuneyti á sínum tíma og svo framvegis. Þannig að þessu hefur svona verið púslað smá saman hérna. En það væri virkileg þörf fyrir að þarna væri lyft grettistaki. Já, það er nefnilega ekki bara mikilvægt að við höldum áfram að efla tækninám á landsbyggðinni, það er nefnilega nauðsynlegt. Og með því að bjóða upp á góða menntun hér heima skapast tækifæri fyrir fólk til þess að læra og starfa í sínu nærumhverfi. Það styrkir samfélögin, eykur nýsköpun og hjálpar til við að halda lífi í byggðunum okkar hér á Norðurlandi. Námstími þeirra sem hér eru í dag hefur ekki verið alveg hefðbundinn. Við upplifðum öll þær áskoranir sem að fylgdu COVID-faraldrinum þegar þeir voru hér á sínum fyrstu námsárum. Við vorum einmitt hérna í gær inn í málmiðnadeild, þar eru myndir síðan 2020 og 2021. Það sem að menn eru svona talsveit yngri heldur en þeir eru í dag. En þá einmitt geisaði þessi COVID-faraldur. Kennslan færðist yfir í fjarnám, samskipti breyttust og stundum var erfitt að halda fókus. En mér var hugsað til þess í gær þegar nemendur voru að undirbúa sig fyrir það sem fer hérna fram í dag. Þetta þessi sterka umlíkjandi jákvæða orka sem oft einkennir ungmenni sem koma saman og vinna að sameiginlegu markmiði. Þessi tími, COVID-tíminn, hann var sannarlega ákveðin boðaföll í náminu, stundum gekk allt vel en stundum komu sveiflur sem reyndu á okkur. Þrátt fyrir þetta þá lærðum við mikið á þessu tímabili og við þurftum að aðlagast mjög hratt, vera sjálfstæðari, finna nýjar leiðir til að vinna saman og þessi reynsla hefur kennt okkur að vera betur undirbúin undir framtíðina og þær breytingar sem að á landinu okkar getur oft verið mjög hraðar og ófyrirsjáanlegar. Nú lokaverkefnin sem eru kynnt í dag, þau endurspegla þessa vegferð, þau sýna bæði þekkingu, þrautseigju og hæfileika til að ná yfirsýn og getu til að takast á við raunveruleg verkefni. Að þessu sögðu þá ætla ég að þakka nemendum mínu fyrir samvinnuna og félagsskapinn og þeir kynna sig sjálfur hér hver af öðrum. Bara gjörið þið svo vel, drengir, takkið þið við.
Góð daginn. Arnór Freyr Fjólmundsson heiti ég og ætla að kynna hérna fyrir ykkur verkefni mitt. Það var að taka vél úr fóðuvél og minkabúi, setja niður í smábát og smíða vökvaknúin uppfærslu gír. Hugmyndavinnan á bak við þetta verkefni var svo að ætlunin var að nýta fóðuvél sem var til og taka hún í bæði vélina og eitt glussarótor og útfæra í þennan smábát þá. Fyrst að skáplanstælan framan á vélinni sá að knýja rótor, þá var hugsunin svo að það væri geralegt að láta hann snúa skrúfuöxli í stað dekkja. Vélin var gangfær og fóðuvélin keyrði en tilgangi hennar var lokið vegna lokunar á minkabúi í Skagafirði. Upprunalega var hugmyndin vísu að gera upp Volvo Penta 2 cylindra sem fylgdi bátnum en hún var illa farin og erfitt að fá varuhluti í hana af því að framleiðsla á henni hætti 1970. Þá var að fara að leita eftir vél og það fundust engar nema nýjar vélar sem ekki var í boði fyrir fátækan námsmann. Ég vissi af fóðuvél sem var með 3 stokka kúbótavél sem var hætt í notkun. Þessar típur af kúbótavélum hafa reynst vel í minni tækjum þar sem þær eru mun léttari og hraðgengari en fyrrnefnd Volvo Penta. Vélin er útbúin skáplanstælu sem keysludælu og því hægt að staðsetja vélina nánast hvar sem er í bátnum. Kosturinn við að hafa skáplanstælu er stiglaus og mjúk skipting og það þarf mun minna glussakerfi. Það þarf enga stjórnloka eða glussakistur fyrir dæluna og stjórnunin á skáplanstælunni er keimlík stjórnun á hefðbundnum gír. Barki er tengdur í arminn á dælunni sem stjórnar dælunni og þar á leiðandi er hægt að nota sömu stjórntæki og eins og öðrum smábátum. Markmiðið með þessu verkefni voru að geta endurnýtt vélina og annan vélbúnað á fóðuvélinni, smíði og hönnun á vökvadrifnum uppfærslugír og komast skrefunni lengra á sjó. Einnig var markmiðið að læra meir dælugerðir og búnað í kringum þær. Fóðuvélin er Jasopels 700 og er hún með 26 hestafla vél, ástrifinni skáplanstælu og 2 tannhjóludælum. Fóðuvélin var yfir niður og vélin sett á vélastand. Sílóðu var losað af, rótor og glussakæli teknir og eldsendis og glussatankurinn losaður. Einnig voru allir mælar og tölvan tekin úr mælaborðinu. Byrjað var á því að ástand skoða vélina og hún flaug í gegnum skoðun. Á vélinni voru 2 tannhjóludælu til viðbótar. Önnur tannhjóludælan fékk að vera áfram til að hafa möguleika að setja spil eða vindu seinna meir. Vaskkassinn og viftuspaðin voru teknir af vélinni þar sem á loftkældu vaskkassi virkar mjög illa í lokuðum vélakassa. Eftir prófun á rótótum kom í ljós að snúningshraði hans var ekki nægilegur fyrir skipskrúfu og þá var farið að sér smíða gír sem geti þá aukið snúningshraðan og myndi passa við halla á skrúfuöxlinum og plássið sem var í boði í kjöl bátsins. Gírinn. Ég byrjaði á því að leita í sparihillunni að tannhjólum í gírinn og ákvað að nota tannhjól úr gömlu rennibekk sem eru 33 tanna og 21 tanna. Á tannhjólum var að soðin 45 mm öxull og rennt niður sæti fyrir legur og efnisröri. Gírinn samastendur á 4 kúlulegum, 2 tannhjólum, 2 öxlum og leguhúsum. Ég skar rótorfestinguna sem var á fóðuvélinni og sauð á gírinn. Gírinn er með skvettuspurningu og pakkdós sem heldur olíunni í gírnum. Samkvæmt mínum útreiningum þá á báturinn að ná 4,6 mílum í hraða með þessari útfærslu á gír. Já, hér má sjá gírinn í smíðum og einnig gatið sem þurfti að saga á kjölinn til þess að kæmist fyrir. Vélar ísetning. Ég byrjaði á því að smíða ramma onni í kjölinn á bátnum sem var gerður úr 50-50 vinklum. Þeir voru soðnir saman og skrúfaði niður. Vélinn sat á festingum í fóðuvélinni og ég skar þær úr einnig, þær eru hérna á myndinni. Sauð þær niður. Allt sem tengist vélinni er fest á hennar ramma. Bæði gír, glussakælir, varmaskiptir, hráolíusía, hráolíudæla og lensitdæla og svo framvegis. Kæling. Kælingin í stað vaskkassa þá setti ég Danfoss varmaskipti sem ég fekk úr snjóbræðslukerfi sem nágranninn var að endurnýja. Forðabúri fyrir ferskvatn vélarinnar var tekið úr gamla Renault Trafic heimilsbílnum og tengt inn á varmaskiptin. Ég þurfti síðan að renna nýja trissu framan á vélina af því það vantaði að auka reimasæti fyrir 3/8 jafnskotdælu.
Hún dælir þá sjó inn í varmaskiptin sem kælir ferskvatni inn á vél. Affallega varmaskiptinum fer svo inn á eldgrein vélarinnar sem kælir afgasið og dempar hljóð frá vélinni. Skrúfu og stýrisbúnaður. Ég setti nýtt stefnisrör og nýja stefnislegu í bátinn fyrir 30 mm skrúfuöxul. Skrúfuöxullinn er reiðfrýr og sem var rendur á kónísku rendi. Skrúfan var sett svo upp á öxulinn með kýl og lágsró sem heldur henni. Ásþéttið sem sett var í er hefðbundi 12 þétti fyrir báta. Stýrisöxullinn er 30 mm reiðfrýr öxull sem rendur var niður í 20 mm í báða enda. Annar endinn fer upp í gegnum stýristammann og í gegnum 12 þétti. Sá endi er svo festur við stýristjakkinn. Hinn endinn hins vegar snittaður með 20 mm og fer í gegnum hælinn á bátnum og festur niður með 20 mm lágsró. Stýrisblaðið var gert úr 2,5 mm riðfrýjum plötureiningum sem ég skar úr sílóðun á fóðuvélinni. Tankarnir í bátnum eru 2 og voru sérsmíðaðir í bátinn. Annar tankurinn er fyrir hráolíuna en hinn er fyrir glússan. Hráolíutankurinn er 30 lítra riðfrýtankur sem var smíðaður úr sílóðun á fóðuvélinni og staðsettur stjórnborðsmegin aftan á stýrishús þilinu. Þaðan liggur svo 8 mm gúmmíolíuleiðsla að grófsíu, þaðan í fínsíu og svo er gegnum 12 volta hráolíudælu og þaðan inn á vél. Kvarðinn fyrir olíumælinn úr tankanum var tekin úr fóðuvélinni og settur í nýja tankinn og hráolíumælirinn úr fóðuvélinni var líka settur í mælaborðið á bátnum. Glossatankurinn er 41 líters riðfrýr tankur sem einnig var smíðaður úr sílóðunu og hann er staðsettur bakborðsmegin aftur í skutt. Á tanknum eru 2 eintök fyrir glussasíur, 2 úrtök fyrir slef fyrir sikkvara dælu, affallingastútur eru ofan á honum og öndun sem einnig er innbyggð í síuna og var tekin af fóðuvélinni. Glussakerfið. Tannhjóladælan sígur upp í gegnum aðra síuna á tankanum, í gegnum glussakælinn og inn á dælu. Krafturinn út af dælu fyrir beint í tanka sem slef vegna þess að engin notkun er fyrir glussan þar sem spilbúnaður á eftir að koma á bátinn. Hluti af slefinu frá tannhjóladælunni fer inn á skaflanstæluna. Glussi fer í gegnum hina síun á tanknum og inn á skaflanstæluna. Skaflanstæla dælir svo glussa inn á rótorinn og hringar svo honum í gegnum sig. Slefið frá skaflanstælunni er lítið magna glussa af því að dælan hringar svo alltaf sama vökva í gegnum sig nema þegar halla á skáplanni er breytt til þess að auka og minnka hraða eða snúningsátt. Vegna hæðamunar á skaflanstælu og tanka nær glussin ekki að fæða dæluna. Þannig að hluti af kraftum frá tannhjóladælunni fer inn á sokklið skaflanstælunar. Með því að gera þetta næst að halda uppi þrýstingin á dælu og þá er ekki hætta á að dælan svelti þar sem hún er enga sókkraft. Lítill hluti kraftsins út af tannhjóladælunni fer einnig inn á sleflögt skaflanstælu til að halda mótþrýstingi. Við tankinn er svo handstýrður magnstýriloki sem ákvarðar magn krafts til skaflanstælunar. Og hér er mynd af glussatekningunni. Rafkerfið. Mælaborðið sem var sett í bátinn er frá Volvo Penta. Í mælaborðinu er viðvörunarljós fyrir sjó í vél, hitamælir fyrir vél, olíuþrýstingsmælir fyrir vél, snúningshraðamælir og hleðslumælir fyrir alternatúr. Frá geymi fer blúsinn inn á höfuðrofa, þaðan á startarann og neyslurafmagnið er svo tekið út af höfuðrofanum inn á höfuðöryggi. Frá höfuðörygginu fær svo sissinn kraftinn sem útdelist á notenda. Mínusunar rafgeyminum er tekin í stellið á vélinni og þaðan fyrir jörð á mínus inn á notendur í mælaborði til þess að geta virkað þá gömljós og mæla. Lensidælur eru allar á sér höfuðrófa og eru tengdar við flotrófa þannig að þó svo að báturinn sé bundið við bryggju að þá lensar hún sjálf úr þegar ákveða magni er komið í gjöl. Hér kemur kostnaður. Þetta endaði í 503.000. Að lokum. Í stuttumáli sagt þá var þetta verkefni krefjandi og tímafrekt. Það var mikill skóli að fikra sig áfram í öllu velbúnaði bátsins og reyndi bæði á þolinmæði og útsjónarsemi. Langflest gekk vel en það komu hnökrar af og til sem voru leyst úr jafnóðum. Sem dæmi hnökra var þá þurfti ég að saga gat á bátinn til að koma gírnu fyrir. Og einnig var ég búinn að festa vélina niður. Þá komu ljósa bilið á milli glussarótors og dælu var of lítið. Þannig ég þurfti að hækka vélina 8 cm. Þetta verkefni tók þó nokkuð lengri tíma heldur en 8-10 klukkustundir eins og nefnt var í verkefnislýsingu. Þessi reynsla mun nýtast mjög vel í framtíðinni og já, við önnur störf.
Hér mynd af tölnum og bátnum, þetta þróunin á því, hvernig hann varð. Og hér stýrishúsið. Og hér báturinn sjálfur, málaður og klár. Takk fyrir mig. Góða spurningar. Já, en það var vissu gert fyrir 2 mánuðum síðan og þá var húsið hækkað en svo þegar ég gengi inn í það í dag þá hefði það mátt vera 10 cm hærra því að ég hækkaði aðeins á þessum tíma og það er full lágt núna. Þannig að, já. Góðan daginn, ég heiti Aron Breki Norðfjörð og ég heiti Víðir Guðjónsson og við ætlum að kynna fyrir ykkur verkefnið okkar Pelton vatnsaflsturbína. Okkur langaði að nýta lokaverknið til að auka þekkingu okkar á að 3D teikna og læra meira þrívíddarprentun, sérstaklega þá málmprentun. Einnig sýna fram á hvað hægt er að prenta flókna hluti eins og til dæmis Pelton vatnsaflsturbínu. Markmið verkefnisins var að hanna, teikna og 3D prenta Pelton vatnsaflsturbínu og allan þann búnað sem þarf í kringum hana. Einnig var sýnt fram að hægt var að framleiða raforku með 3D prentaðri vatnsaflsturbínu. Til að hanna vatnsaflsturbínuna var nýtt þekking og vélfræði til að ákveða stærðir og lögun turbínunar miðað við aðstæður verkefnisins. Notast var við 3D teikniforritið Fusion til að teikna alla hlutina. Skóflunar voru síðan þrívíddarprentaðar úr stáli. Annar búnaður í kringu turbínuna var prentaður úr plasti. Einnig var nýtt þekking úr rafmagnsfræði til að ná fram raforkuframleiðslu með turbínunni. Af hverju Pelton vatnsaflsturbína og hver er virkni hennar? Þegar við vorum að velja hvaða turbínu við ætlum að hafa í verkefninu þurftum að fara eftir 2 forsendum. Þá hvaða turbína hentaði út frá flæði og fallhæð og síðan hvaða turbína var einföld í hönnun fyrir okkur, þar sem engin grunnur lá hjá okkur í þrívíddarteikningu. Við vorum með lítið flæði við háan þrýsting þannig okkur datt strax í hug að hafa Pelton vatnsaflsturbínu. Við fundum töflu á netinu sem sýndi að við gátum líka valið turbo og crossflow. Okkur datt strax í hug að Pelton væri það eina í stöðunni þar sem við erum bæði búin að læra að reikna með Pelton vatnsaflsturbínu og töldum hana einfalda í hönnun. Pelton vatnsaflsturbína virkar þannig að lítið flæði er tekið frá miklu fallhæð gegnum stút sem umbreytir þrýstingsorkunni frá fallhæðinni í hreyfiorku og mynda þannig mjög hraða bunu. Bunan lendir á skóflu turbínunar sem sérstaklega er hannaðar til að beina vatninu og breyta stefnu þeirra 180 gráður og mynda þannig kraft sem snýr turbínuhólinu. Hámarksnýtni Pelton vatnsaflsturbínu næst þegar ummálsræði turbínuhólsins eru helming af hraða vatnsbununnar. Þá fer vatni út úr skóflunum með mjög lítinn hraða og mesta orkunni þess hefur yfirfærð á turbínuna.
Hönnun á Pelton vatnsaflstúrbínu. Flóknasti hluti hönnunar var án efa að teikna Pelton skóflunar. Pelton þær þurfa að vera mjög nákvæmar og svo vatnið fari rétt á þær, þannig að þær yfirfæri orkuna sem best yfir á túrbínuna. Við byggðum hönnununa á útreikningum af þvermál bunustúts. Í byrjun þurfti að læra mikið inn á þetta ferli, meðal annars með því að skoða myndbönd og prófa mismunandi leiðir. Hönnunin þróaðist í gegnum margar tilraunir og endurhönnun. Þegar ásættanleg teikning var komin var fyrst prentað út skófla úr PLA plasti í fablabinu hérna í Vaffuna. Með því gátu við sér galla í hönnuninni, til dæmis að boltagötin voru nálægt hvort öðru og eftir lagfæringar var síðan prentuð út pröfuskófla úr stáli. Við málmprentun kom í ljós ákveðin atriði, eins og það þurfti að styrkja haldið á skóflunni á ákveðnum stöðum og hafa efnisþykktina meiri á öðrum stöðum. Þegar allar breytingar höfðu verið gerðar var loka útgáfan samþykkt og þá voru prentaðar 20 skóflur, 18 skóflur sem fara á hjólið. Hjólið var svo varskorið hjá Ann Hansen eftir teikningunni okkar. Hjólið er 77 mm í þvermál og 77 mm í þvermál og með 14 mm gat í miðjunni fyrir öxlun. Heildar þvermál á hjólinu með skóflunum er 101 mm. Og hér má sjá þróununa á fyrstu teikningu og fram að loka útgáfu frá vinstri til hægri. Og hér má sjá myndband af ferlinu frá A til Ö, hvernig var að teikna alla túrbínuna. Málmprentun. 3D-prentun úr málmi er framleiðsluaðferð sem sameinar hefðbundna þrívítaprentun og duftmálmvinnslu eða MEM. Ferlið byrja þannig að hluturinn er prentaður lag fyrir lag úr filamenti sem inniheldur mjög fínt 316L málmduft og plastbindi efni. Eftir prentun fer hluturinn í debinding eða tengjarof, þar sem plastbindi efnið er fjarlægt með oxalsýru. Plastinu er breytt þá í gas sem er svo fjarlægt. Þá stendur eftir mjög viðkvæm málmbygging sem þarf að meðhöndla mjög varlega. Að lokum fer hluturinn í sinteringofn, þar sem hann er hitaður við mjög hátt hitastig. Þá bindast málmagnina saman og þéttist hluturinn og verður 98% þéttleiki í hlutunum. Í þessu ferli skreppur hluturinn saman það bil 20%. Helsti kosturinn við þessa aðferð er hægt að framleiða flókna hluti án móta og án mikillar rennismíð. Það hentaði mjög vel í okkar tilviki. Gallanir eru hins vegar að ferlið er mjög viðkvæmt og sérstaklega eftir debinding. Og einnig eru takmörk á stærð hlutana sem hægt að prenta. Prentunu sjálf á 20 skóflum kostaði 120.000. Hönnun og smíði á öðrum búnaði. 3D-prentun úr málmi... Nei, betur, okkur er þetta? Til að geta látið Pelton vasaltúbuna framleiða rafmagn þá þurftum við að smíða aðra íhliti svo að vera hægt. Það fólst í sér að renna öxul, hanna og prenta vatnsbís, leguhús og aðra íhliti. Einnig leysiskári við húsið utan túrbuna út úr glæru plexiplasti. Öxullinn var úr ryðfríu stáli og rendum við hann í rennibekknum á vélstjórn. Leguhúsið var hannað utan leguna sem við keyptum og ákveð var að láta öxullinn ekki ganga gegnum túrbínuna og hafa þá legu sikkur megin. Heldur þá frekar hafa túrbínhjólið og enda öxlunum og hafa leguna þá bara öðru megin. Til að halda túrbínunni stöðuri þá höfðum við 2 legur í leguhúsinu með 100 mm millibili. Húsið var hannað í Fusion og prentað út úr plasti í skólanum. Hönnunin á spísnum er byggð á spísum sem hefðbundnar vatnsaflsvirkjanir nota fyrir Pelton vatnsaflstúrbínu og ákveð var að halda það útlit.
Til að geta stjórna flæðinu í gegnum spísinn og loka honum er nálarendi í laginu eins og dropi sem getur hreyfst og loka þétt fyrir spísinn. Prófanir. Þegar búið var að setja túrbína saman gátu við loksins fara að prófa hana. Fyrst prófaði hana með plastskóplum til að sjá hvernig hún myndi hegða sér og mæla snúningshraðan. Notuðum einn spís sem við héldum upp á túrbínu og niðurstaðan var mjög góð. Hún náði 3400 snúninga á mínútu án vandræða. Næst tengdu við túrbína við alternator og framkvæmdum aðra prófun. Þá snerust hún bilinu 2800 til 3000 snúninga á mínútu. En það er án þess að framlega rafmagn þar sem engin notandi var tengdur. Þegar við tengdum notanda við kerfi þannig að raforkuframlega ætti að eiga sér til staðar kom í ljós vandamál. Snúningshraðinn féll niður í 600 snúninga á mínútu og engin raforkuframleiðsla mældist. Ástæðan var sú að alternatorinn krefst hærri snúningshraða 1500 snúninga á mínútu til að byrja að framleiða rafmagn. Við frekari greiningu ljós kom að túrbínan gaf ekki nægilegt tog til að knýja alternatorinn. Lausnin var því að skipta honum út fyrir jafnströmsmótor sem getur framleitt rafmagn á lægri snúningshraða. Með þeirri breytingu fór kerfið að virka og við gátum framleitt rafmagn og kveikt á 2 glóperakösturum. Hérna erum við með myndband af prófununum. Já. Sem vill ekki. Það er þetta að sína það eftir. Niðurstaðan úr verkefninu er sú að okkur tókst að smíða Pelton vatnsaflstúrbínu og þann búnað í kringum hana til þess að geta framleitt rafmagn. Við lærðum mjög mikið á að teikna í Fusion og erum orðnir góðir í að teikna og hanna og þrívítaprenta og vera að lausna með þær þegar vandamál koma upp. Þrátt fyrir ýmis vandamál og mistök erum við mjög sáttið með verkefnið og loka útkomuna og þann lærdóm sem það gaf okkur. Sérstakar þakkir. Við viljum þakka FabLab í VFM og sérstaklega Jóni kennara sem situr hérna með myndavélina, mjög stoltur greinilega, fyrir alla þá hjálp sem hann veitt okkur. Við hefðum verið í mun verri málum án Jóns og án þessara aðstöðu sem er hér í skólanum. Jón kenndi okkur gífurlega mikið á teikningu og prentun og erum honum mjög þakkláttir. Við viljum þakka N. Hansen fyrir þeirra framlag og sérstaklega Arnór Inga fyrir hans hjálp. Við erum honum mjög þakkláttir fyrir að geta prentað þetta úr stáli. En Hansen bauðst til þess að greiða vinnuna sem fylgir prentuninni á stálinu. HD inn og tækniþjónusta vildi svo styrkja okkur helmingin á kostnaðunum á skóplunum og Samherji vildi taka hinn helmingin, 60.000 krónur hver. Við erum öllum þessum fyrirtækjum mjög þakkláttir. Við viljum einnig þakka Sævari kennara fyrir hans hjálp og þolinmæði. Takk fyrir okkur. Svo er eitthvað spurningar. Já. Sem sagt, stærðin fer aðalega eftir opn, debinding og opninum og það er 20x20x20 er meðan við að stærsti hluturinn getur verið prentaður. Sentimetrar, já. Já, rúmmál. Þannig að það er takmörkunin á stærðinni. Fleiri spurningar? Takk fyrir okkur. Góðan daginn, ég heiti Auðun Elís Steinsson. Góðan daginn, ég heiti Auðun Elís Steinsson og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt í vélstjórn sem snýst uppgerð á snjóplói. Þetta er gamalt Telfastar plógur sem er norskur plógur sem ég fékk og ákvað að gera upp.
Ég valdi mér þetta verkefni vegna þess að mér finnst skemmtilegt að vinna í vélum og smíði og mér langaði að gera eitthvað raunverulegt sem hægt væri að nota eftir verkefnið. Þetta er því ekki bara skólaverkefni heldur búnaði sem verður áfram í notkun hjá okkur. Hvað er verkefnið? Ég fekk að hirða plógun í Áhaldhúsinu á Raufarhöfn þar sem sveitafélagið var að fá sér nýjan plóg. Þessi plógur hefur verið notaður lengi í snjómokstur og orðinn frekar illa farinn. Markmiðið var að gera hann aftur nothægan og aðlaga hann að minni vél. Plógurinn passaði ekki á vélinni hjá mér þegar ég fekk hann því festingarnar sem voru á honum hefðu verið teknar af. Þess vegna þurfti ég bæði að gera við plóginn sjálfan og líka smíða nýja festingar fyrir vélina. Ástand áður. Þegar ég fekk plóginn var hann mjög slitinn. Það voru sprungur víða í honum og götin í liðnum voru mjög egglaga eftir mikla notkun. Það vantaði líka festingarnar á hann þannig að ekki var hægt að setja hann beint á vélina hjá mér. Það sást alveg að plógurinn hefur verið notaður mikið í mörg ár og fengið að taka á sig mikið álag. Hvað þurfti að gera? Það þurfti að gera nokkuð mikið við plóginn. Ég byrjaði að laga sprungurnar og fara yfir það sem var mest slitið. Síðan boraði ég út götin sem voru egglaga og setti nýja fóðringar í þau. Ég smíðaði líka ný tjakkauga þar sem gamla tjakkauga voru skemmt og bogið á öðrum tjakknum. Ég þurfti einnig að renna nýja öxla og smíða nýja ramma til að festa plógum við mína vél. Þetta var því bæði viðgerð og nýsmíð á sama tíma. Aðstaðan. Stærsti hluti vinnunnar var unnin heima hjá okkur í Varmavík og Raufarhöfn. Þetta er gamla vegstæði sem SR mjöl átti fyrir mörgum árum en við eigum í dag. Það er mjög góð aðstæða fyrir svona verkefni með rennubekkjum, borvél, suðutækjum og ýmsum verkfærum. Hluti af verkefnum var líka unnin hjá Jóði vélavegstæði á Siglufirði sem ég hefði aðgang að plasmaskurðarvél. Fóðringar. Götin í liðnum voru mjög slitin og egglaga og það var að valda því að liðurinn í miðjunni var ekki lengur réttur miðjaður á efri og neðri augun. Þannig að hann var svo skakkur í langi öxullin hérna í miðjunni. Ef ekkert hefði verið gert í þessu það hefði þetta bara haldið áfram að slitna. Orginal götin átti að vera 50 mm en ég boraði þau upp í 60 og smíðaði síðan nýjar kopafóðringar með 50 mm gati. Og þá passaði nýju öxulni rétt í og allt var beint aftur. Það tók töluverðan tíma og þurfti að mæla allt vel svo ekki yrði skakt. Rennismíði. Ég þurfti að renna flest alla öxla sjálfur, þetta voru allt einhverja spesstæðir. Þetta var frekar tímafrekt því það þarf að mæla allt vel og passi nákvæmlega í fóðringarnar. Ef öxlarnir eru ekki réttir þá slitnar þetta fljótt aftur eða passar ekki saman. Tjakkar. Annað tjakkaða voru ónýtt þannig að ég þurfti að smíða nýtt auga og sjóða það á gamla. Auga var bæði bogið og slitið. Síðan skipti ég alla fóðringar í tjökkunum þannig að þeir væru orðnir góðir. Það var mikilvægt að stilla þetta allt rétt upp svo tjakkarnir myndu vinna beint og jafnt. Ramminn. Ég hannaði ramman sjálfur til að passa við mína vél. Þetta þurfti allt að passa rétt við bæði plóginn og dráttavélina. Ég teiknaði augun og skar þau út með plasmaskurði á Siglufirði. Síðan smíðaði ég ramman úr 100 efnisprófílum þannig að hann þyldi vel álagið í snjómokstri. Samsetningin. Þegar allir hluti voru tilbúið þá byrjaði ég að punkta allt saman, síðan prófaði ég að setja plóginn á vélina til að sjá hvort það passaði rétt. Sem betur fer passaði allt mjög vel saman í fyrstu tilraun og eftir það sauði ég allt fast og kláraði samsetninguna. Það er mikilvægt að vanda suðurna því að það gefur mikið álag á þetta í mokstri. Loka frágangur. Þegar öll smíðin var búin þá háþrýsti þau í plóginn til að ná sem mest af gömlu málingunni og ryð og drullu af. Það var gert til að undirbúa fyrir málingu og fá hreint yfirborð
hefði verið enn skemmtilega hefði getað sandblásið hann, þá hefði hann bara verið alveg eins og nýr. Málaður. Síðan var plógurinn málaður og gerður fínn. Ég notaði 2 þátta skipamálingu sem á að vera mjög sterk og endingagóð. Grindin var máluð svört og sjálfur plógurinn innan rauður. Þá þakka ég bara fyrir mig. Nei, ég er enn að bíða eftir þetta ég ætti að tengja rafmagn því að á glussakistunni eru 2 spólur og ég ætti að tengja í dráttavélina því að ég vil geta opnað vængina sér. Já, en ég er búinn að máta hana á vélum og kastar á vélina? Já. Flott. Til leik. Já, komið þið sæl. Brynjar Óli Vigfússon heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem er uppgerð á Ford 3000 dráttarvél. Þessi hugmynd hefur verið í kollinum á mér alveg síðan ég var krakki. Ég fékk þessa vél þegar ég var eitthvað í kringum 8 ára gamall og hefur alltaf verið draumur hjá mér að gera hann upp þegar ég yrði eldri. Ég sá mér því þann leik á borði að geta slegið 2 flugur í einu höggi og skila því vélarupptekt á dráttarvélinni sem lokaverkefni í vélstjórn. Markmið þessa verkefnis er að endurvekja þessa gömlu vél og gera hana eins og hún sé glæný úr umbúðinu. Þar sem ég hef mikinn áhuga á þessum vélum og er þessi tiltekna dráttarvél mér mjög kær. Ford 3000 og 2000 vélarnar voru mjög vinsælar á Íslandi og eru því til mjög margar svona vélar hér á landi og hafa reynst vel í gegnum áratugi. Í 3000 vélinni er 3 strokka vasskæld dísilvél, hún er 2,9 lítrar í rúmmál og gefur það bil 47 hestöfl út í hjól. Það mætti segja að þetta sé með einfaldari útgáfum af dísilvélum þar sem að það er nánast allt mekanískt og einfalt að gera við flest. Enda voru þessar vélar hannaðar að mörgu leyti með það í huga að hinn almenni bóndi ætti að geta sinnt almennu viðhaldi sjálfur. Ein af ástæðunum af hverju mér datt í huga að skila þessu sem lokaverkefni er hve líkar þessar vélar eru nútíma skipavélum nema bara töluvert minni, svo að þekkja svona vél inn og út mun vonandi nýtast mér í framtíða starfi. Það sem felst í heildarverkefninu er að sandblása og fjarlægja allt rið, grunna og mála alla íhluti, upptekt á mótornum og laga allt sem er í ólagi svo að vélin verði góð sem ný. Einnig er inn í þessu talsverð smíði eins og til dæmis nýja afturbretti sem ég smíðaði á verkstæði sem ég vinn á hjá bílum og vélum á Vopnafirði. Það hefur farið alveg óhemju mikil tími í þessa uppgerð. Ég byrjaði á verkefninu í ágúst á síðasta ári og síðan þá hefur megnið af mínu frítíma farið í að dunda í dráttarvélinni. Þetta er því mjög stórt verkefni en fyrst og fremst er ég að gera þetta fyrir sjálfa mig og skila bara vélarupptektinni sem lokaverkefni. Það sem að þetta er rúmlega 50 ára gömul vél og búið að keyra hana 7000 tíma var alveg kominn tími á vélarupptekt. Ég aflaði mér upplýsinga á netinu og fann þá viðgerðarhandbók fyrir þessa dráttarvél og líka upptektasett með öllum þeim helstu íhlutum og pakningum sem að þurfti til að framkvæma vélarupptekt. Það komi mikið á óvart hversu gott er að fá varahluti í þessa vél. Það er sennilega vegna þess að hve margar svona vélar voru framleiddar og eru því mjög margar enn í fullri notkun. Þar sem að vélin var stödd austur í Jökulsárhlíð þurfti ég að koma henni norður. Vélin var alveg innst inn í hlöðu og þurfti því að færa frá fullt af dóti til þess að koma henni út og á kerru. Kerran sem ég notaði var ekki í neitt sérlega góðu standi og dregin af litlum Mazda pickups sem var kannski ekki alveg hentugasti bíllinn í verkið.
Þess vegna ferðaðist ég að næturlagi en þegar ég var komin á Mývatnsöræfin miðjanótt sprakk dekk undir kerrunni og ég ekki með neitt varadekk. Svo ég þurfti að skilja eftir alla útgerðina þar og koma daginn eftir með nýtt dekk til þess að koma henni á leiðinenda. Ég hef iðnaðarbil hér á Akureyri sem ég með aðstöðu til þess að dunda í honum. Ég þjöppumældi hann og kom þá í ljós að það var talsverður munur á þjartþrýsting milli sílindera sem var ekki gott. Samkvæmt handbókinni má hámarksmunur milli sílindera að vera 50 pund en munurinn milli sílinders 1 og 3 var 80 pund. Þegar ég var búinn að þjöppumæla byrjaði ég að rífa mótorinn þar til að nánast ekkert var eftir nema berblokkin. Síðan slitmældi ég alla helstu íhluti og bar þær mælingar saman við þær tölur sem að framleiðandi gefur upp. Samkvæmt mínum mælingum voru þessir helstu hlutin eins og sveifarás, sílinderar og stimplar allir innan skekkjumarka. Slitflitin eins og legubakkar og stimpilfóringar voru orðnar eitthvað slitnar en þó innan marka. Sílinderarnir voru þó alveg á mörkurum að vera innan slitmarka en þar sem að láta bora blokkin út og setja viðgerðarslífar væri of kostnaðarsamt þá lét ég að duga að hóna þeir bara. Þegar að koma því að taka hettið í sundur þá kom í ljós að ventlarnir voru orðnir ansi slappir. Sjá mátti för á þeim að það sem hafði lekið meðfram og hefði safnast kolefnisdrulla á ventlasætin sem gerir þau óþétt og þar á leiðandi dregur úr þjöppu. Það var líka komin sprunga og aðeins rifa á afgasventilinn á sílindur 1 sem að útskýri kannski af hverju hann þjappaði minnst af öllum. Ég pantaði því sett af 9 ventlum, slípaði ventlasettin með 9 ventlunum alveg þar til að áferðin var orðin fullkomin og setti þá hettir aftur saman með 9 ventlum, gormum og ventlahettum. Þegar ég var búinn að taka allt í sundur, þrífa og slitmæla var komin tími til að huga að samsetningu. Þá smurði ég alla íhluti með sérstakri samsetningafeiti og passaði rosalega vel upp á hreinlæti þar sem að minnstu óhreinindi geta valdið miklum skaða. Ég setti nýjar höfulegur, stangarlegur, stimpla, hringi og stimpilfóðringar. Stimpilfóðringarnar þurfti ég að pressa í gömlu stimpilstangirnar og rýma innan úr þeim svo að stimpilbollandi pössuði í. Í það notaði ég stillanlega rýmara sem ég víkkaði alltaf jafn óðum þar til að hægt væri að pressa nýja stimpilbollan í með litlu átaki. Þegar að skipt stimpilhringi þarf yfirleitt að þjala endan á þeim svo að endabilið á þeim sé rétt eftir því sem að handbókin segir. Síðan raðaði ég hringjónum á stimplana, setti þá ofan í sílinderina og slakaði þá sveifarástum í og allt hert samkvæmt herslutölum úr handbókinni. Þegar þetta er gert er mikilvægt að snúa sveifarástum eftir hverja legu sem maður herðir til þess að finna hvort að vélinn sé stíf einhvers staðar. Síðan kvaddi ég stimpilhausana vonandi að ég þyrfti aldrei að sjá þá framar og herti hettið á mótorinn ásamt nýrri hettbakningu. Já, þarna á að vera myndband en það voru einhverjir tæknilegir erfiðleikar svo ég sýni það bara í lokin. En þegar mótorinn var komin saman ákvað ég að sprauta skrokkin á honum. Ég pússaði allt riðið á traktornum með vírskífum og fíturhinsaði alla staði þangað til að hann var tandurhreinn. Flesta íhluti gat ég sandblásið í sandblástuskassa og sprautaði þá svo áður en ég setti það aftur saman. Já, þarna á sem sagt líka að vera myndband en sýni það líka í restina. Og þegar búið var að sprauta þessa helstu hluti ásamt skroknum gat ég því púsla megninu á honum saman og farið að huga að gangsetningu. Ég tímastilti mótorinn ásamt eldsneytisdælunni og ætlaði að reka í gang og þá fékk ég enga olíu frá eldsneytisdælunni. Eftir að hafa tekið upp dæluna kom það í ljós að ádreiparinn inni í dælunni var fastur og kom þess vegna ekkert eldsneyti. Svo ég losaði ádreiparann og lofttæmdi eldsneytislagnirnar og mér til mikillar ánægju rauk hún í gang og gekk fallega. Já, hér koma nokkra myndir, hérna er hann sem sagt alveg áður en þarna er aðeins búið að slípa á honum en á eftir að mála. Svo er komin grunnur á hann þarna, notaði epoxy grunn, svona 2 þátta, eitthvað ægilega gott. Og svo er komin lakk á hann, hérna. Hérna eru svo þessir mörgu íhlutir sem ég sprautaði líka til þess að setja á hann. Þetta hefur verið krefjandi en aðalega tímafrekt verkefni, en þó hef ég alltaf gaman að þessu þegar upp er staðið. Eins og staðan er núna er verkið þó aðeins rúmlega hálfnað, en ég gerði hann ökufæran í fljótu bragði til þess að koma með hann hingað í Vaffuma fyrir lokaverkefni sýninguna. Mér langar að þakka kennurunum á vélstjórn fyrir að veita mér góð ráð og lána verkfærum, bílum og vélum á Vopnafirði fyrir að afnóta verkstæðinu
og síðan Orku EHF fyrir að veita mér góðan afslátt af málningavörum. En síðast en ekki síst vil ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Takk fyrir mig. Kannski að ég sýni myndböndin snöggvast. Já, hér er sem sagt sprautunin. Ég var ekki svona snöggur að þessu samt. Já, og síðan er það gangsetningin. Já, fallegt er það nú. Heyrðu, já, þá segi ég bara takk fyrir mig. Já, þetta er heimatilbúin spörðukleifi sem fóru, en það virkaði nú ekki alveg, það sést nú aðeins á eileiningunum hérna í kring. En já, voruð með einhverjar spurningar? Já, ég skipti líka kúplingu og burðarleguna og pressuna og allt saman sem kemur að því. Já. Góðan daginn, ég heiti Guðmundur Páll og ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna upptekt á konbrjót. Þetta er sem sagt verkefni. Verkefni sem að ég tók mér fyrir hendur var upptekt á Svetala Roadmaster 4000 konbrjót árgerð 1999. Brjóturinn er í eigu Skútabergs EHF og var keyptur þangað í júní árið 2000 og hefur verið í þeirra eigu síðan. Brjóturinn er keyrður í kringum 30.000 vinnustundir og hann er búinn að ferðast út all land og koma við í mörgum námum á leiðinni og vinna margs konar efnistegundir. Hugmyndin kviknaði þegar ég var í vinnunni og var að skoða brjótinn með pabba mínum eftir að brjóturinn hafði bilað. Þegar við vorum að meta ástandið á honum þá nefndi ég við pappa að þetta getur nú verið tilvalið lokaverkefni ef að yrði eitthvað úr þessu. Sem að það varð svo sannarlega. Ég var þó líka búinn að vera að vinna mikið í kringum brjótinn ásamt í að mala með honum og hafði alltaf mikið pælt í því hvernig þetta virkaði allt saman og langaði í dýpri þekkingu á þessu sviði. Þetta fannst mér því tilvalið tækifæri til þess að auka skilning minn á tækinu ásamt því að koma brjótnum aftur í það stand sem hann á að vera í. Markmið verkefnisins var að auka þekkingu mín á tækinu sem unnið var með. Einnig var það að auka færni í að meta ástand íhluta, slitmæla og taka ákvarðanir hvort að hægt sé að nota hlut aftur
gera við hann eða hvort það þurfa að endurnýja hann. Einnig auka færni og þekkingu í nákvæmum mælingum þar sem ég þurfti að stilla saman íhluti af mikilli nákvæmni og með vönduðum vinnubröðum. Ég horfði á þetta verkefni þannig að ég fekk að taka tæki sem var ónotæft í því ástandi sem það var og gera það notæft og gera það á mína ábyrgð sem að ég tel að sé mikill lærdómur. En hvað er kombrjótur? Kombrjótur er í stuttu máli bara sver öxull sem leikur inn í fóðringu sem að er hjámiðja. Þegar að brjóturinn byrjar að snúast býr fóðringin til hjámiðja hreyfingu á öxlinum. Efri endi öxulsins snýst í legu en neðri endi öxulsins situr á kopartölu á botni brjótsins. Keila er svo steypt á öxul brjótsins sem brýtur hráefnið. Konbrjótar eru notaðir til þess að vinna efni í vegi, bílaplön, efni til malbiksframleiðslu, klæðningarefni og ýmislegt fleira. Konbrjótar hafa mjög breitt vinnslusvið og henta því mjög vel ef vinna þarf mismunandi efnistegundir á sama staðnum. Konbrjótar geta brotið inn ýmsu efni, til dæmis klöpp, ármöl, móberg, skriðuefni eða járngrýti. Konbrjótar þurfa þó yfirleitt forbrjót til þess að forvinna efnið áður en þeir taka það inn og geta því yfirleitt ekki unnið einir og sér. Konbrjótar geta verið drifnir áfram á ýmsa vegu en þeir geta verið rafdrifnir, glussadrifnir eða beindrifnir af dísilvél. Og þetta eru langalgengustu útfærslunar. Rafdrifnu brjótarnir hafa þann kost fram yfir hina að geta keyrt á landrafmagni og þurfa því ekki að keyra díselrafstöð. Það spara bæði pening í olíu og viðhaldi og svo er þetta líka lang umhverfisvænasta leiðin. Bilanagreiningin. Það sem að gerist er að brjóturinn er búin að vera að vinna í dágóðan tíma og þegar á að fara að drepa á heyrast einhver óhljóð í brjótnum. Það er drepið á honum leið og það sem tekur við er bilanagreining. Ég byrjaði á því að taka reimarnar af sem drífa brjótin. Það var gert til þess að reyna einangra óhljóðin. Hvort að þetta væri í brjótnum eða í rafmótor sem að drífa brjótin. Þegar reimarnar voru komnar af var alveg greinilegt að það voru farnar legur í drifhúsinu á brjótnum. Sundurtektin. Sundurtektin var eitt stærsti og mikilvægasti hluti verkefnisins. Markmiðið var að taka brjótin alveg í sundur til þess að komast að skemmdum í drifbúnaði og meta ástand allra helstu íhluta. Fyrst var toppurinn hífður ofan af og svo öxullin hífður upp á brjótnum. Síðan var brjóturinn sjálfur hífður af hjólastellinu og flutturinn á verkstæði þar sem hægt var að vinna í honum við betri aðstæður. Mikil áhersla var lögð á skipulagða vinnu og að taka myndir af hverju og einu skrefi sem átti bæði að hjálpa til í samsetningaferlinu og við úrvinnslu á skýrslunni. Þegar brjóturinn var komin í sundur kom í ljós að verkið var mun umfangsmeira en fyrst var talið. Drifhús hafði náð að skemma út frá sér meira en nokkuð grunaði og einnig voru hinir ýmsu íhlutir komnir á tíma. Við sundutektina lærði ég mikið á uppbyggingu og virkni brjótsins og fekk betri skilning á því hvaða hlutir í brjótnum slitna mest. Sundutektin krafðist mikill af þolinmæði, nákvæmni og góðra samvinnu við aðra sem komu að verkinu. Ástandsmat íhluta og pöntun varahluta. Þegar búið var að taka brjótin alveg í sundur, hófst vinna við að meta ástand allra helstu íhluta og ákveða hvað þyrfti að endurnýja. Fljótlega kom í ljós að sumir hlutir voru það illa farnir að ekki kom til greina að nota þá aftur. Drifhúsið var til dæmis mjög illa farið, pinjónhjólið skemmt og kamburinn illa farinn.
Einnig voru koparfóðringar orðnar mjög slitnar og orðið lítið eftir af smurröfum á sumum hlutum, sem hefði geta valdið frekara sliti og skemmdum síðar meir. Því var ákveðið að skipta út helstu slitflötum, endurnýja ýmsa íhluti eins og til dæmis koparfóðringar, kopartölur, rykþéttiringi, pakningar og fleira. Markmiðið var að gera viðgerðina þannig að brjóturinn yrði sem áreiðanlegastur og gætið unnið vandræðalaust til margra ára. Allir varahluti brjótsins voru pantaðir frá CMS Sepcor sem er breskt fyrirtæki. Þeir eru með risastórt renniverkstæði og smíða varahlutina alveg frá grunni af mikilli fagmennsku og hafa þeir reynst mjög áreiðanlegir í brjótavarahlutum. Skútaberg hefur í gegnum tíðina átt mikil viðskipti við þá og þeir hafa verið mjög þægilegir í öllum þeim viðskiptum sem þeir hafa átt við þá. Því var engin ástæða til þess að fara að leita neitt annað. En síðan skemmtilegt að segja frá því að ég fór ásamt fleiri fulltrúum Skútabergs og hitti starfsmenn CMS Sepcor á einni stærstu tækjasýningu í heimi, Bauma. Þar var þetta að spjalla beint við strákana sem var mjög fróðlegt og skemmtilegt. Samsetningin. Þegar allir íhlutir höfðu verið hreinsaðir, skoðaðir og nýjir varahluti komnir var hafist handa við samsetningu brjótsins. Áður en samsetningin hófst fóru margir klukkutímar í þrif á íhlutum og samsetningaflötum til þess að tryggja að allt væri hreint og í sem bestu standi áður en væri byrjað að raða saman. Svo hófst samsetningin sem að gekk bara mjög vel. Þetta var mjög mikil kranavinna og það þurfti að vanda sig mjög vel við þetta, sérstaklega með koparfóðringarnar. Og var það drifmálið. Pakningabil reiknað. Hafa farið vel yfir hvernig pakningabil væri fundið út í viðgerðabókinni yfir brjótin. Í bókinni var talað að þetta ætti að taka sér góðan tíma í að framkvæma mælingar og nota nákvæm og viðurkennd mæliverkfæri. Ég notaði mikrómælistiku til þess að framkvæma mælinguna og tók nokkra mælingar og bar saman. Þegar ég var komið með áreiðanlega mælingu þá gat ég reiknað út rétta þykkt á pakningu. Það sem að þessi pakning gerir er að stilla hversu langt pinjónhjól gengur inn á kampinn og hefur þetta pakningabil því allt að segja hvernig dreifbúnaðurinn á eftir að vinna og endast. Svo voru það mælingar á drifslæginu. Þær voru framkvæmdar þegar að dreifhúsið var komið í brjótin en mælingarnar voru framkvæmdar eftir leiðbeiningum og viðgerðabók þar sem hafa farið mjög ítarlega út í hvernig ætti að framkvæma verkið. En í þessu mælingum notaði ég sveifarásklukku til þess að mæla slægið í drifinu. Teknar voru 4 mælingar úr einum hring á trissunni og svo reikna meðaltalið af þessu mælingum. Gefið var upp hámarks og lágmarks drifslag í viðgerðabókinni og þar var mælt með að vera í efri mörkum. Þessar mælingar gengu heilt yfir mjög vel en þær tóku þó mun meiri tíma en mér hefði nokkuð tíma grunað. Fyrsta gangsetning. Brjóturinn kominn saman og allt klárt fyrir gangsetningu sem var spennandi en á sama tíma pínu stressandi. Fyrsta gangsetningin gekk þó vel. Ég byrjaði á því að ræsa oljudælu, lét hana ganga í dágóða stund áður en ég ræsti brjótin. Þegar að búið var að ræsa, þá skoðaði ég oljumæla og þar var allt í standi. Þegar hann var búinn að fá að ganga tómur í dágóða stund, þá létu hann hafa það og mókuðu við hann grjóti. Og hann tók vel við því eins og hann hafði svo oft áður gert. Það er ekkert vídeo. Helstu áskoranir.
Helstu áskoranir voru að mæla og reikna rétt pakningabeil fyrir drifhúsið. En þar þurfti ég að mæla með míkrómæli upp á mikla nákvæmni og átti þessi mæling eftir að hafa allt að segja hvernig drifið myndi vinna og endast þegar allt væri komið í gang. Einnig var þó nokkuð áskorun að mæla driftslægið á milli kams og pinjón en það var gert með sveigárásklukku upp á mikla nákvæmni en þessi mæling var einnig mjög mikilvæg og krafðist mikillar vandvirkni. Svo var einnig mjög mikil þrifavinna sem að þurfti að sinna og í það fóru rosalega margir klukkutímar og þetta er vinna sem að sést oft ekki en er alveg rosalega mikilvæg og auðveldar mikið samsetningaferlið ef að þetta er vel gert. Einnig var mikil áskorun að hífa kopafóðringarnar saman vegna þess að þær máttu alls ekki fara skakt saman og þurfti mikla vandvirkni við það. Maður fann strax ef að kóparinn fór eitthvað skakkur saman og hann var alveg rosalega viðkvæmur fyrir því. Niðurstaða. Niðurstaðan úr verkefninu var mjög góð og gekk viðgerðin á kombrjótnum vel. Verkefnið veitti mér mun dýpri skilning á uppbyggingu og virkni kombrjóta þar sem ég fekk tækifæri til að skoða brjótin og taka hann alveg í sundur og skoða alla helstu íhluti, setja hann svo saman aftur. Ég öðlaðist einnig mikla reynslu í bilanagreiningu og ég að meta slit og skemmdir á íhlutum. Ásamt ég að taka ákvarðanir hvað þyrfti að endurnýja og hvað væri hægt að nota aftur. Í verkefninu jók ég einnig reynslu mína í að vinna með nákvæm mælitæki og framkvæma mjög nákvæmar mælingar. Sérstaklega við stillingu á drifbúnaði þar sem að allt þurfti að vera upp á 10. Ég áttaði mig einnig betur á mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðs undirbúnings. Verkefni gaf mér meira sjálfstraust í að taka ábyrgð á stærri viðhaldsverkefnum og sýndi mér hversu mikilvæg þolinmæði og nákvæmni eru þegar unnið með slíkan vélbúnað. Á heildina litið var þetta mjög lærdómsríkt verkefni sem mun nýtast mér vel í framtíðinni. Svo er ég með hérna sérstaka þakkir. Ég vil þakka Skútaberg EHF fyrir alla aðstóðina í verkinu og fyrir alla þekkingu og reynslu sem að ég öðlaðist á meðan verki stóð. Einnig vil ég þakka fyrir trausti sem ég var gefið til þess að framkvæma upptektina. Takk fyrir mig. Hvað segið þið? Spurningar? Hann er 250. Ég er með heimildamann í salnum hann. Hann er 160. Slægið mátti vera 2 millimetrar hámarki og það mældist einhverjir 2,03 rétt yfir mörkum, þannig að við létum það bara vera eins og það var, sem var mjög þægilegt. Góðir.
Góðan dag, ég heiti Hartmann og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem snýst uppgerð í VAF-8-vél í Dodge Magnum. Í þessu verkefni lærði ég að taka mótor upp úr 2 bílum til að gera einn góðan og pantaði mest allt nýtt í hann svo að ég var með góðan og þétta mótor. Verkefni í stuttu máli, þá var ég með 2 bíla, svarta Magnum kagginn sem fær uppgerðar mótor og grái Magnum sem fær lífsgjafinn og verður bara notaður í parta. Byrjað var að koma svarta Magnum minn úr geymslu og farið með hann inn í aðstöðu á Reyðarfirði. Eins og sérsta mynd hann þarna á kerru á leiðinni til Reyðarfjarðar og svo neðri myndin á bílnum sem ég ætla að nota til að gera þennan bíl upp. Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta verkefni út af því að svarti Magnum minn ekki bara einhver bíl, heldur hefur hann verið í fjölskyldunni síðan 2010 og lengi haft áhuga á að bjarga honum. Árið 2019 var hann tekinn á númerum út af því að vélinn bilaði og síðan þá hefur hann basically staðið og beðið eftir að einhver aðstaða og tími fyndist til að gera eitthvað í þessu. Þegar ég fekk loksins tækifæri ákvað ég að nota lokaverkefnið í skólanum til að láta það gerast. Svarti Magnum minn 4-hjóladrifinn og það sem gerðist var að stangarlegan fór og þá skemmdist sveifárásinn og vélinn því ónothæf. Það sem ég vildi gera var að endurvekja bílinn en að gera réttan hátt. Planið var fyrst að skipta sveifárásinn en svo endaði því að nú þegar ég komin svo langt að panta bara nýja stimpla líka og það sé hægt að segja að það væri búið að taka mótorinn alveg í gegn. Grái Magnum minn 2005 og afturhjóladrifinn. Ég keypti hann 2024 bara til að hafa hann sem partabíl því að hann var alveg hugriðgaður og búinn að vera í Keflavík mest allt sitt líf. Það sem var hægt að nota var aðalega sveifárásinn en svo þessi bíl líka búinn að nýtast mér í margt annað, til dæmis drifið og sætin. Úrtakan úr svarta Magnum gekk hægt og rólega en gekk samt og það hjálpaði afi minn mér mikið eins og má sjá á myndinni. Fjórhjóladrifs uppsetningin gerði allt þrengra og aðgengið að ákveðnum hlutum erfara að komast að. Til að sleppa smáatriðin þá var bara allt tekið ofan af og alveg að blokk svo auðvitað það sem við mótorlósið að stýristæluna frá og tekið allt niðurinn af. Tekið vaskassan í burt og svo það væri pláss að koma mótorunum upp úr. Svo kom bara að því að fjarlæga allt undir og í kringum skiptinguna. Eitt sem ég man sérstaklega var að startarinn, hann var bílstjóramegin og það var ógeðslega leiðilegt að komast að honum vegna þess að framdrifið var eiginlega bara pínu fyrir. Það þyrfti að fjarlæga innra brettið og tjakka framdrifið aðeins upp svo hægt var að fjarlæga startarann frá. En þegar allt var loksins laust undir mótornum þá tókst að lyfta honum úr og koma honum á stand. Úrtakan úr gráa Magnum gekk mun betur þegar ég var líka búinn að prófa að taka úr eins og svarta. Það sem fór öðruvísi samt að ég tók framendan af og ákvað að taka hann úr með skiptingu með og ætlaði hvort sem að nota skiptinguna í annað verkefni. Þá var líka mikið betra aðgengi og þetta var nú eiginlega bara allt alveg eins nema það að núna var startarinn í þessum farþegamegin og það var mjög þægilegt að komast að honum. Það var svona stærsti munurinn sem ég sá. Út af því að þá var framdrifið heldur ekkert fyrir manni. Það ekkert framdrif í þessum. Það væri samt alveg hægt að nota vélina úr þessum og yfir að það þyrfti þá bara að skipta olíupennu og pick-upið. Þegar vélinn var komin á stand, byrjaði alvöru niðurrif. Ég byrjaði á botninum, tæmdi oljuna og tók oljupennuna af til að sjá strax hvort það væri ekki allt í lagi með hennar mótor. Þegar vélinn var komin, síðan var tekið sem var framan á vélina, losa hluti eins og alla legur og strekkjaran og vastælan. Þegar
kom reyndar svolítið á óvart þegar ég tók Vastaluhúsið frá að það er byrjað að tærast í Vastaluhúsið eins og sést á myndinni og eins og sjáðu þannig að hægra horninu. Svo losaði ég olíudæluna og tímukeðjubúnaðinn. Eftir það fór ég og tók það sem var ofan á mótornum. Ventlalókin af, hedd af og undirlyftuna tók ég bara með heddunum. Sett alla bolta í sína dalla, merkti hvaðan þeir komu því ef maður ætlar að setja þetta saman aftur þá þyrfti að vera með skipulag á því hvaða bolti kom hvaðan og spara mann líka mikinn tíma þegar það fyrir samsettingu. Að lokum fór ég það að losa restina, stimpla, stangir, kambás, sveifarás og þá var ég komið með blokkina tóma. Hér skoðaði ég sveifarásana úr báðum mótornum og barð þá saman. Á sveifarásnum úr svartabílnum sást strax vel slitið eins og sést vel hérna á myndinni. Ég notaði mikrómeter og mældi fleiri en einum stað á sama hálsi til að athuga keilu og sporöskju. Í gráamagnum minnum var frávikið lítið og 0,1 mm sem innan skekkjumarka og yfirborðið leit vel út. Hægt var að nota sveifarásina. Í svarta mótornum var frávikið mun meira og var allt 0,6 mm sem allt mikið. Munurinn á bílunum er fyrst og fremst að svarti auðvitað 2006 fjórhjóla og hinn 2005 afturhjóla. Það sem ég tók mest eftir var að eggingið, eins og ég talaði áðan, með startanum og plássa í kringum mótornum þrengra í fjórhjóldari spilnum. En þetta samt sama 5-7 grunnbyggingin og þetta virðist allt eins nema olíupannan sem fer eftir hvort þú ætlar að hafa framöxla eða ekki. Svo skemmtilegt að segja að NDS-kerfið eitt af því sem má nefna með munin á arfgerðunum. Í 2006 spilnum þá var hann með NDS-kerfi sem getur slökkt á 4 af 8 sílindrum. Þá sílindur 1, sílindur 4, sílindur 6 og sílindur 7. Og svo fer það aftur í alla 8 sílindra þegar álag eykst. En það skiptir máli að vita þessu þegar maður blandar hlutunum á milli árgerða og stýringar. Og það hjálpar að skilja kerfi til að túlka hegðun vélarinnar rétt. Flesti valhlutinir voru pantaði frá Pro Engineer Rebuilders og eitthvað frá Rock Auto. Ég ætlaði fyrst að panta stimpilsetti frá Rock Auto en það var uppselt. Ég fann þá mjög flott stimpla rebuild kit og undirlyftusett hjá Pro Engineer Rebuilders sem það myndi þá fylgja með flest allt sem þyrfti. Það kom í ljós að þeir senda ekki beint til Íslands að ég prófaði að senda þeim tölvupóst til að athuga hvort það væri eitthvað leið til að redda sendingu og þá þeir segðu bara að ég þyrfti að finna eitthvað milli aðila í Bandaríkjunum sem þeir myndi taka á móti pakkanum og senda svo til Íslands. Ég fór því að spyrja bílavinni mína, Stefán, að hvort þeir eru reynsla því að panta svona hluti í gegnum millilið. Þá kom ljós að það var hægt að nota MyUS sem fyrirtæki í Bandaríkjunum sem tekur við sendingum, geymir pakkana þangað til að þeir eru allir komnir og sendi síðan áfram til Íslands. Að ég ákvað að prófa það að panta frá MyUS og þeir pöntuðu fyrir mig frá Pro Engineer Builders og síðan þá hef ég verið að bíða eftir sendingu og það kom í ljós að pakkin hafði ekki borist áfram eins fljótt og áætlað var. Sem gerði verkefnið stopp því mér vantaði þessa hluti til að halda áfram. Ég hefði stefnt á því að vera búinn að setja mótorinn saman og í bílinn en biðin af varahlutum hefur haft áhrif á tímaáætlunin og vonandi leysist þetta fljótlega svo ég get halda áfram með samsetninguna. Rebuild kitið inniheldur helling af hlutum sem þú þarft og ætlar að gera vélina almennilega upp. Það eru stimplar og stimpilsringir, stangalegur
og aðalegur og svo pakningasett sem með því fylgir alla pakningar nema undirlyftu pakningar sem ég panta þá bara frá Rockado. Einnig fylgir tímakeðjusett, oljudælur og frosttapar. Staða verkefnisins núna er svo að niðurrif og undirbúningur er langt kominn en lokasamsetningin hefur tafist og ég er búinn að bíða í 2 mánuði og lítið hefur frest sem hefur haft áhrif á þessu. Ég ætla að vera komin miklu lengra og ætla að vera búinn og hefði viljað að mæta á bílnum. Það sem ég hef gert á meðan er að klára niðurrif, þrífa, skoða og undirbúa allt og vera klár leið og hlutinni koma. Næstu skref verður þá bara samsetning með nýju hlutum, herða allt í spekk og setja mótorinn í bílinn. Það sem ég lærði af þessu verkefni er margt. Í fyrsta lagi lærði ég að rífa vél niður á skipulegan hátt, merkja hluti og taka eitthvað af myndum. Í öðru lagi lærði ég að skoða og meta í hluti og prófa slítmæla og í þriðja lagi lærði ég að panta rétta varahluti, leysa praktísk vandamál eins og sendingar sem getur tekið meiri tíma en maður heldur. Og í fjórða lagi er að fara og læra hver spekkin eiga að vera. Því það er sem gerir vélina áreiðanlega og í heildina var þetta verkefni miklu meira en bara skipta mótor. Þetta var verkefni í skipulagi, greiningu og faglegum vinnubrögðum. Þegar vélinn fer aftur í bílinn vill ég líka geta treyst því að hann þurfi ekkert mikið viðhald nema olíuskiptin. Og eins og staðan er núna að þá er hún svona og koma vonandi bara varahlutinni bara sem fyrst. Takk fyrir mig. Eitthvað spurningar? Góðan daginn. Ég heiti Jörgur Blær Traustason og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem er sem sagt virkjanakostir í Hofsá í Svarfaðardal. Það sem ég ætla að skoða mjög vel er sem sagt hönnun og hagkvæmni virkjunar. Ég ætla að fara yfir samanburð á 2 virkjanakostum og segja frá þeirri niðurstöðu sem ég komst að. Verkefnið sem ég valdi mér var að kanna hagkvæma og einnig raunhæfa virkjunarkosti. Ég er sett fæddur og uppalinn á bænum Hofsá í Svarfaðardal og er svo staður með mjög kær og stefni á að taka við búskap þar að frekara námi loknu. Hofsá á upptök sín á Hofsárdal sem liggur til austurs og suðurs fyrir miðjum Svarfaðardal.
Í Hofsá og með bæ minn Goðafoss. Goðafoss hár foss sem sést vel frá veginum Svarfaðardal. Á Hofsá var einnig áður fyrr gömul lítil rafstöð sem sést þarna neðan við fossinn, en hún var tekin úr notkun árið 2007 og hefur því alltaf verið í umræðinni að virka á ný. Þegar ég fór síðan af stað voru þetta 2 mismunandi útfærslur sem ég ætlaði að skoða. Það var reyndar svolítið erfitt að kanna aðstæður þar sem að það var frekar snjóþungt, en það bara eins og það Ætlunin var að komast að því hversu mikið afl væri til staðar og meta umhverfisáhrif sem vega vissulega mjög þungt. Þegar það var búið þá ætlaði ég að gera drög að útfærslu og til að ljúka þessu gerði ég kostnaðaráætlun til að komast að því hvort virkjun í Hofsá gæti staðið undir sér. Ferlið hófst á því að skoða rennsli Hofsár og sjá hvað væri hægt að gera með það. Við hönnun vatnsaflsvirkjana mjög mikilvægt að kanna þetta vel og oft gerð svokölluð langægislína. En til þess þarf að taka mælingar í heilt ár og ég hafði ekki þann tíma. Þá gat ég bara gengið út frá lágmarksmælingu sem var tekin fyrir 20 árum af pabba mínum og úrkomumælingum frá Veðurstofu Íslands. Ég endaði sem sagt með að virkja rennsli upp á 200 lítra á sekúndu og lágmarksrennsli var 132 lítrar, þannig að hún keyrir ekkert á fullum afköstum kannski allt árið. Fyrri virkjunin, svokölluð örvirkjun, þá að virkja neðst í Hofsárgili. Virkjunin átti að vera lítil og ódýr og ávinningurinn af því var sem sagt að hún ætti að vera umhverfisvæn, ef svo má segja. Efra vatnsborð væri þá í 60 metra hæð yfir sjávarmáli og stöðvarhúsið neyðri við þjóðveginum Svarfaðardal í 22 metrum. Þar af leiðandi væri fallhæðin 38 metrar. Uppsett afl endaði 61 kW og lengd fallpípu 600 metrar. Sú seinni, hún miklu stærri og hún átti að miða við að nýta allt vatnsafl sem var til staðar. En hún átti einnig að gera það skýrt hver ávinningurinn væri að því að fórna fossi eins og Goðafoss. Inntakið væri enn ofar í 300 metra hæð og þar tapast vissulega smá vatnasvið en fallhæðin vinnur svo mikið á móti. Áður en ég fór að stað í þetta verkefni gaman að segja frá því að mamma laði mér lífsreglunar og hún sagði að ég færi ekki upp fyrir fossinn á hennar lífstíð, þannig að það spilar inn í. Já, aðeins vatnsaflsfræði. Í hinum fullkomna heimi væri hægt að nýta alla stöðuorku vatnsins, en það væri svo kallað fræðilegt afl. En í raunheiminum eru allsstaðar einhver töp. Þessi töp getur við reiknað út til að finna hvert fræðilegt afl til að finna hvað skila sér í raforku, sem sagt uppsett afl. Töp í þessu ferli eru margskonar, en þau skiptast í falltap í pípum, lokum, beyjum, inntaki og síðan má nefna nýtni í vatnskverlum og rafala. Vatnsaflsvirkjanir eru í dag með hagkvæmari orkuframleiðslu aðferðum í heimi. Þær eru almennt með nýtni upp á 75–85%. Og ef við kíkjum hérna á virkjanirnar mínar, útreikningana, þá koma þær báðar inn með yfir 80% nýtni, sem ég tel bara mjög gott.
Þá var komið að svona fræðilegum hluta að ég þurfti að fara að skoða og kanna og velja búnað. Það fyrsta sem ég þurfti að gera var að velja rör og það er mjög mikilvægt skref til að virkjanir séu hagkvæmar. Með rennslisupplýsingarnar fór ég af stað í útreikninga. Þá var fyrst á dagskrá að finna hvaða þvermál ég þyrfti, hversu sverturörið þyrfti að vera. Einnig þurfti ég að kanna falltapið eftir mismunandi efnisgerðum röra. Ég bar saman falltap í fjölmörgum gerðum af rörum og fann hvað hendaði best. Þá næst fékk ég verðtilboð í rörin og fann hvað væri hagkvæmast. Ódýrustu rör sem mér bauðst voru glertrefja rör frá Orkuver og endaði með rör sem voru 400 mm að þvermáli og fyrir virkjun 1 var það 4 bara þrýstiþol og hina 32 bar. Þá með falltapið gat ég reiknað hver virka fallhæðin var og ég nota hana sem sagt til að finna uppsett afl og eðlisnúning. Eðlisnúningurinn er síðan notaður til að velja vaskhverfil við hæfi. Áður en það er reiknað þarf að ákveða snúningshraða og ég tók með að 1500 snúningum á mínútu sem er bara mjög algengt. Eðlisnúningur virkjunar 1 var 45 snúningar á mínútu og það hentar eins og sést hérna á grafinu vel fyrir Francis eða Crossflow. Þær henta mjög vel við miðlungs til litla fallhæð og miðlungs til mikið rennsli. Og ég endaði á því að velja Francis. Útkoma fyrir virkjun 2 var aðeins 10 snúningar á mínútu sem er innan marka fyrir Pelton hverfil. Hann henta betur fyrir mikla fallhæð og minna rennsli. Þegar þetta var orðið ljóst þá hafði ég samband við Eið Jónsson í Ártegi og fekk hann til að útbúa tilboð í vélbúnað fyrir báðar virkjanir. Við undirbúning vatnsaflsvirkjana á Íslandi þarf að fara í gegnum strangt og mikið leyfisferli. Þá þarf að taka einnig tillit til umhverfisáhrifa. Umfang leyfisveitinga fer meðal annars eftir stærð og staðsetningu virkjana. Þar sem þessar virkjanir áttu báðar að tengdar inn á dreifikerfi falla þær undir sama leyfisferli. Nauðsynleg leyfi eru virkjunarleyfi frá Orkustofnun, byggingarleyfi frá sveitarfélaginu, samningur við dreifiveitu og réttu til vatnstöku og landsnota. Það er nefnilega þannig að Hofsá er á landamærum bæjana Hofs og Hofsár og þarf þá að nást samningar þar á milli. Það er ekki hægt að komast hjá því að hafa einhver áhrif á umhverfið en það er þó hægt að reyna að lágmarka það. Hann er bara þannig að Goðafoss og Hofsárgil falla undir hverfisvernd í aðalskipulagi eins og við sjáum hérna á myndinni og þá er sérstök áhersla lögð á vernd landslags náttúrufars á svæðinu og allar framkvæmdir þurfa að taka mið af því. Virkjunarkosturinn sem hefur með sér í för minna rask til dæmis með því að halda fossum ósnortnum og takmarka jarðrask er því líklegri til að fá jákvæða umfjöllun í leyfisferli. Minni virkjunarkosturinn hefur skýrari kosti hvað þetta varðar. Stíflustæðið er aðgengilegt við neðri mörk hverfisverndarsvæðisins. Inntak virkjunar 2 er hins vegar langt frá bænum og krefst vegaframkvæmda í hlíðinni ofan við bæinn. Og það er ekki allt, heldur er það meira og minna innan hverfisverndarsvæðisins.
Það er heilmikið verk að koma upp virkjun, þó hún sé aðeins á lítilli stærðargráðu. Helstu atriði eru gerð stíplu og inntaksmannvirkja, gröftur og lagningur röra, reisa stöðvarhús og vegaframkvæmdir. Ég gerði hér kostnaðaráætlun eftir bestu getu, en hún er þó með fyrirvarum villur, en þar sem að verkefni tengist vélstjórn þá tel ég að innan skekkjumarka. Alla tölur eru gefnar upp í krónum án virðisauka. Kostnaðarliðirnir. Ég fekk þess að tilboð í alla helstu kostnaðarliði, en aðrir eru þó áætlaðir. Eigin vinnuframlag getur dregið verulega úr stofnkostnaðinum og síðan væri rekstur og viðhald í mínum höndum. Kostnaðarliðirnir sem gert er ráð fyrir eru stípla og inntaksmannvirki, rör og tilfallandi, vél og rafbúnaður, stöðvarhús, vegagerð og síðan smá ófyrirséður kostnaður. Fyrir virkjunar kost 1 þá enda þetta í tæpum 49 milljónum og fyrir virkjunar kost 2 fer þetta í rúmlega 120 milljónir. Það sem ég tel undir rekstrakostnað er sem sagt það sem fer árlega í innmötunargjald til dreifiveitu og viðhald og almennur rekstur, en það þekki ég svo sem ekkert nákvæmlega, það er bara breytilegt, þannig það kemur bara svona aukalega. Tekjurnar taka sér satt mið á árlegri raforkuframleiðslu að frádreginni eigin notkun. Miðað er við meðal raforkuverð upp á 6,5 krónu á kílóvattstund og við þetta bætist síðan sparnaður í raforkuinnkaupum sem er verulega mikill. Til að fjármagna framkvæmdirnar skoðaði ég síðan lánakjör Landsbankans. Lán eru verðtryggð, allar jafna og miðað við 25 ár og jafna greiðslur. Þá getum við séð hver hagnaðurinn er ef ég dreg greiðslubyrðina frá tekjunum, og þá er hagnaðurinn fyrir virkjun 1 80.000 á mánuði sem er ekki neitt, og virkjun 2 er hins vegar rúmlega 1 milljón. Já, nú þegar upp í staði hefur það komið í ljós að það er miklu hagkvæmara að virkja mikla fallhæð og það skila bara ódýrri raforku. Reiknistæmið fyrir örvirkjun í Hofsá stendur varla undir afborgunum á lánum í dag. Ef við lítum hins vegar á virkjunarkost 2 er þetta allt annað. Þar er svigrúm til að mæta óvæntum skakkaföllum og rúmlega það. Þá er hins vegar alveg eftir að semja við nágranna afnót á vatnsréttinum sem kostar auðvitað eitthvað. Til að hámarka verðmæti raforkunar væri upplagt að koma á stofn einhverri verðmætasköpun sem notar rafmagn í stað þess að selja þeim á dreifikerfið. Það liggur því fyrir að virkjun 2 er fjárhagslega hagstæðari, en ef ég tek tillit til umhverfissjónarmiða þá tel ég að virkjun 1 sé betri kosturinn, þar sem að tilfinningalegt gildi vegur hærra á móti tekjunum. Ef eigin vinna er reiknuð með má reyna að lækna stofnkostnað og þá má einnig vona að greininni taki framförum og að stjórnvöldum takist að koma böndum á verðbólgu og stýrivexti sem auðveldar fyrir rekstri á komandi árum. Að lokum þá tel ég að ólíklegt að verði virkjað í Hofsá á næstu árum, en ég myndi samt alls ekki afskrifa það. Takk fyrir mig. Já, hér er ég síðan með líkan af bæði virkjunni sjálfri með fallpípu og svoleiðis og síðan
Hofsárdalur í heild sinni og allt vatnasviðið. Þannig að þið megið skoða það á eftir. Einhverjar spurningar? Já, það er best að gera það alltaf. Frá Ártegi. Þetta er ég og bróður minn að baða okkur. Þetta er blátt minn. Góðan daginn, Konráð Jónsson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem er hönnun á loftræstikerfi í fjósi. Ákvaði ég að gera þetta af því að vantar loftræstikerfi í fjós sem ég var að vinna í og stakk bóndinn upp að ég myndi kannski hanna loftræstikerfi fyrir hann sem hann gæti kannski notað eitthvað tímann í framtíðinni. Gæti hann notað það, hönnunina, og síðan myndi ég líka fá meiri kunnáttu á nauðgripum, hvernig umhverfið þeim finnst best að vera í. Markmið verkefnisins var að hanna loftræstikerfi sem tryggir gott loftflæði og stöðugt umhverfi. Ég skoðaði sérstaklega hvernig hægt er að minnka raka, skaðlega lofttegundir og bæta þannig líða og framleiðslu nauðgripa. Er þetta líka pínum hitastig, náttúrulega ef meiri raki þá er meira hitastig. Af hverju þarf loftræstikerfi? Loftræstikerfin fjarlægar gastegundirnar er svona eins og ammóníak, fjarlægar raka og hjálpar til við stjórnun og hitastigi. Eins og með gastegundirnar þegar verið að hræra upp í haughúsum og annað þá brotnar mikið hann upp og myndar mikið af gastegundum eins og ammóníaki og fer það illa í nautgripi og ég veit til þess að nautgripir hafa drepist við svoleiðis og ég veit ekki að fólk hafi drepist en það hefur liðið yfir það inn í fjósunum. Hafi sloppið hingað til allavega eins og ég veit. Síðan ef það er ekki loftræstikerfi þá er náttúrulega mikið raki og fer það illa í byggingar. Þá er náttúrulega að fara byggingar að tærast, timbur, eyðileggst og annað. Og ef það er bara gott loftræstikerfi þá líður umhverfið vel. Fjósið sem ég vann með er 3200 rúmmetrar og er mikið hús undir því sem er 2168 rúmmetrar. Eru hliðagluggar og mænisgluggi í lofti og hliðunum. Og það er þá náttúruleg loftræsting sem að kallast þegar eru mænisgluggar og hliðagluggar. En í svona náttúruleg loftræstingu þá er helsti drifkrafturinn á loftinu, það er munurinn og eðlisþyngd loftsins, stafar að hitastigi og rakastigi. Heita og rakaloftið er léttara en kalda og þurra og leita því upp og út mænisgluggana á meðan kaldara og ferskara útiloftið sogast inn hliðagluggana. Fjósið inniheldur 80 gripum, 60 mjólkukýr og svo 20 gelniti. Og planið hjá mér er að setja mænisviftur upp í mænisgluggan, 3 og svo hliðaviftur, 2 og 2 eins og má sjá hann á myndinni niðri. 3 upp í mænisgluggan og svo 2 sikur megin. Lofthörun er reiknuð, hún er byggð á 2 loftskiptum og loftdreifingu. Loftdreifingin er náttúrulega bara dreifingin inn í fjósinu. Maður mæli það svo sem ekki nema bara þegar maður er búinn að setja upp og finnum maður það. En síðan er það loftskiptin. Þau eru
eiginlega reiknuð á þetta ACH sem er Air Change per Minute, loftskipti á klukkstund. Og segir til það, ef ég gerir það sem rúmmálið, þá fæ ég náttúrulega rúmmálið á fjósinu, þá fæ ég hversu oft ég er að skipta rúmmálinn út á klukkstund. En fann ég tölur fyrir mjólkurkýr að lágmarki 4 til 8 sinnum loftskipti á klukkstund að vetri, en síðan á sumrin er það 40 til 60. Og þegar ég var búinn að reikna þetta, þá var þetta á vetuna þegar ég að skipta loftin út 22.400 rúmmetrum á klukkstund. Er það 280 rúmmetrar á klukkstund á kú, cirka. En á sumrin er það alveg upp undir 160.000 rúmmetrum á klukkstund, eða 2000 kú. Þetta á sumrin, þetta 40-60, það er með við meiri lofthita en býður upp á hérna á Íslandi. Þannig að ég valdi mænisviftunar sem draga loftið út frá tölunum sem ég reiknaði á vetri til. Af því að mér minnir að hafa verið 15 og upp úr með við 40 og 60 loftskipti, en það er niður úr, þannig að ég reiknaði bara með háu ACH alveg upp í 7. Val á viftum, það eru mænisviftunar, það eru verða 3. Hver þeirra afkastar 7.584 rúmmetrum á klukkstund og samtals verður það 22.752 rúmmetrar á klukkstund sem á alveg að duga með hvað ég reiknaði með að háa loftskiptölu, þannig að ég þarf ekkert meira en það. Og síðan er það innblásviftunar, það er bara til að dreifa loftinu inn í fjósinu og fá ferskt og hratt loft inn og yfir gripina. En það eru verið 4, 2 og 2, sikur megin, bara litlar. Ég held ég að við valið 4.000 rúmmetrar á klukkstund þar. En síðan þarf ég að stýra þessu öllu. Það er bara hitastýring og hraðastýring. Ætla ég að hafa sikkur stýringuna fyrir innblásviftunar og útblásviftunar. Er það út af því að ég ætla að nýta hliðagluggana til að fá loft inn. Þannig ég verði orkusparandi, þannig ég get slökkt bara á hliðaviftunum og þá dregst loft út eða inn hliðagluggana. Kostnaðurinn endaði rétt undir 2 milljónum. En var planið að reyna að vera bara 2, en það endar ekki alveg svoleiðis, að kostnaðurinn er bara viftunar og stýringin. Síðan eftir að bæta auka kostnað ofan á það, svo sem eins og kapla, tengingar, rofar og festingar. En það verður engin vinnukostnaður inn í þessu, að því ég býst við að gera þetta allt sjálfur, setja upp eða fá aðstoð kannski við það hjá bara vinum og vandamönnum. Þannig að já, þetta endar í einhverjum, ég veit ekki, rétt yfir 2 milljónum. Ég ætla aðeins að koma inn á hvernig bestu loftræstikerfin er hægt að hanna. Þau innihalda hitaskinnara, rakaskinnara og gasskinnara og eru jafnvel tengd við veðurupplýsingar utan dyra. Þannig að þú getur tekið vindátt, hita og raka og því opnað og lokað gluggum eftir því. Í hvað átt vindin blæs og svona. Og eru þá glugganir rafdrifnir. Já, þá er þetta allt bara sjálfvirkt. Það ert ekki komin nálægt þessu. Takk fyrir mig. Spurningar? Þá þakka ég bara fyrir mig.
Góðan daginn. Ég heiti Lárus Fannar Sigmundsson og ég hef unni hjá Vélaverkstæði KS núna undanfarin ár. Kláraði samningin þar og lauk sveinsprófi síðastliðinn febrúar. Í dag ætla ég að kynna lokaverkið mitt sem er hönnun og griparmi. Hugmyndin á þessu verkefni kviknaði þegar ég ræddi við samstarfsfélaga á Vélaverkstæði KS mögulegt lokaverkefni. Eftir nokkra umhugsun og vangaveltur var ákveðið að hanna griparm sem hugsaður er að setja niður ljósastaura á öruggan og nákvæman hátt. Einnig er hægt að nota hann í fleiri fjölbreytt verkefni svo sem við meðhöndlum á trjám eða öðrum hlutum. Í þessari kynningu mun koma fram virkni og uppbygging griparmsins og myndir af tækinu. Markmið verkefnisins er að hanna einfaldan og skilvirkan griparm með áherslu á virkni og notagildi. Við hönnun griparmsins var stuðst við ákveðnar hönnunarforsendur sem höfðu það að markmiði að tryggja virkni, öryggi og einfaldaleika í notkun. Griparmurinn var hannar með það í huga að geta sinnt fjölbreyttum verkefnum, svo sem að lyfta og færa hluti eins og staura. Griparmurinn verður að mestu nýttur í vinnu við ljósastaura. Lögð var áhersla á griparmurinn hefði nægilega burðargetu til að lyfta hlutum á ákveðni þyngd, eða 100 kíló, ásamt því að vera stöðugur og endingagóður í notkun. Einnig var horft til þess að hreyfanleiki griparmsins væri nægur til að ná og meðhandla hluti á einfaldan hátt. Griparmurinn þarf að geta gripið þægilega utan ljósastaura sem eru 150 mm í þvermál. Við val á efni var tekið mið af styrk og endingu sem og að auðvelt væri að framleiða og setja saman einstakar hluti griparmsins. Þá var jafnframt lögð áhersla á að hönnunin væri sem einföldust til að auðvelda bæði smíði og viðhald. Virkni griparmsins er tiltölulega einföld. Griparmurinn er útbúinn með einum glussajack sem stjórnar lausarmi og sér að opna og loka gripnum. Við fulla opnun er bil milli fastarms og lausarms 220 mm sem ætti að duga fyrir flestar gerðir ljósastaura. Griparmurinn klemmir síðan niður í alltaf 80 mm og hér sést mynd af lausarmi sem teiknuður í AutoCAD Inventor. Griparmurinn er smíðaður úr 25 mm þykku stáli sem veitir nægan styrk fyrir þá vinnu sem honum ætlað að sinna. Griparmurinn verður að mestu skorinn út í plasmaskurðavél sem eftir að létta verkið mikið. Griparmurinn er þannig útbúinn að hægt að sé að bolta í gegnum hann til að halda honum föstum við samsetningu sem auðveldar stöðvinnu. Á flötum griparmsins er komið fyrir plasti sem er 3D prentað. Tilgangur þess er að vernda hluti svo sem ljósastaura og koma í veg fyrir óþarfa skemmdir við notkun. Plasti er þannig hannað að það smellist á griparminn sem gerir auðvelt að fjarlægja það þegar griparmurinn er notaður í önnur verkefni. Griparmurinn er einnig hannaður þannig að hægt sé að setja hann framan á mínigröfu álíka en í þessu tilfelli verður hann settur framan á liftara bara með hefðbundum júrufestingum. Hér má sjá myndir af griparmurinn sama settum. Þetta eru myndir úr AutoCAD Inventor. Hér má sjá sniðmynd af griparmi þar sem áhersla er sett á glussajackinn. Þetta verður tvívirkur glussajackur sem sér að opna og loka griparminum. Verkefni gekk vel og ég tel að markmið verkefnisins hafi verið náð með hönnunarforsendur sem lagt var upp með. Endalega kostnaður er kringum 700.000, það er þá með vinnu og án vask. Það verður svo gaman að sjá hvernig þetta kemur út þegar þetta verður loksins smíðað. Takk fyrir mig.
Jú, allavega betur en ég var þegar ég byrjaði. Hvað eru fleiri spurningar? Góðan daginn, ég ætla að kynna þennan lokverkinu hjá mér, en það er að setja BMF M57 og 8 að gera sjálfskiptingu sem er líka BMF í patrólun hjá mér. Þetta er svona, hvað er verið að gera á helsta? Það er verið að bara endurnýja, setja nýja, taka gamla mekaniska tækni, setja allt tölvustýrt, þetta er Comorail mótor með beinni innspýtingu á meðan að hitt er mekanist og saman með sjálfskiptinguna. Bílinn var beinskiptur og er núna orðinn sjálfskiptur. Og bara töluvert meira afl því eins og margirinn að vita sem að hafa eitthvað verið í kringum 2.8 patról, þetta er alls ekki kraftmikið á engan hátt og þá er í raun og veru að vera að endurnýja öll kerfin, eldsneytiskerfi, það er verið að setja nýtt skollloftskerfi og púst og slíkt. Og helstu íhlutinni sem við verið að skipta það er, og til að gera það hægt, það eru milliplötur sem eru fengna frá Variatgarðs í Pólandi og svo House of Torque frá Bretlandi og það þægilega við þetta allt saman er að millikassin stendur á sama stað þannig að það þarf ekki að breyta til dæmis afstæðan á driftsköftum er öll svo sama og svo er eins og hérna má sjá að þá er skjár sem sýnir allar helstu upplýsingar þar sem að þetta er allt saman tölvustýrt og talar saman með CAN bus. Og þá er spurningin af hverju M57 en ekki margt annað sem er í boði, til dæmis LS eins og margir aðrir ákveða að gera og M606 frá Benz eða TT42 eins og kom í þessum bílum. Og einfallega er það bara, þetta er kostnaðarvænna, þetta eyðir litlu miðað við afl og það er rosalega þekking þetta og rosalega mikið framboð á varahlutum og öðru slíku. Og hérna er góð tafla sem að sýnir alla þessar vélar sem að komu. Þetta var framleitt alveg frá rétt fyrir aldamót og upp í 2010 og vélinn sem ég er með það er þessi hérna, það er Euro 4 218 og hún hefur þann kost að hann er með stærri spísa heldur en fyrir vélinn og þetta er stálblokk með við álblokkinar í þessum nýrri vélum hérna. Og svo bara munur með 8HP með við beinskiptinguna, það er töluvert betri nýtni, hraði og bara allt í raun og veru betra. Þetta verður notað í jeppakstur þar sem að fyrsti gírinn er rosalega lágur í sjálfskiptingunni og má sjá hérna er bílinn í háadrifinu, punktalínunar hérna til dæmis er 50 gírinn í beinskiptingunni og það má sjá hérna á 100 km hraða ertu í cirka 2500 snúningum á móti ertu í 2000 í 8. þrepi á skiptingunni og svipa með lágadrifinu þegar þú ert komin hérna alveg upp í 4 snúninga ertu ennþá í 100 km hraða og þetta er miðað við á 33 km dekkjum orginal hlutföllum. Og það var svona framkvæmdin hvernig þetta fór, byrjað var á að fara yfir vélina fyrst að þetta var upp úr, fyrst að hann var í standi og reyna að falla ekki gildruna, fyrst þetta er opið, það fari ekki of langt, það var erfitt en það hafðist og þá var aðalega skipt pakningar, allar helstu, það var reynt að opna ekki kjallarann í að taka headið af. Það var nýlega headpakning á mótornum og svo kom í ljós að keðjan sjálf var nánast ný en hins vegar má sjá eins og hérna þegar var tekið pústið af að það var lag meðfram ventlum og það þurfti að skipta ventlaþéttingar þannig að ásanir og annað þurfti að fara af. Túrbínan sem vanlega situr hérna niðri var færið hingað upp í svona toppmount færslu og hérna má sjá mótorinn bara í standinum fyrst. Og yfirferðin á vélinni sjálfri að þá helsta áskorun var að tímastilla vélina eitthvað nýtt og skipta ventlagormana. Hérna má sjá gömlu gormana við hliðin á einum nýjum sem er töluvert stífari og er svona helst mælt með þegar maður er komin upp í 300 hestöfl og yfir. Og þá fengið hérna svona spes tól til frá framleiðandanum sem seldi mig gormana til að pressa hann niður og var tiltölulega þægilegt. Fjarlæging og ísetning, hérna er 2.8 mótorinn
og hann var í raun og veru aðalega fjarlægur til að þetta er bara góður safngripur og maður vill ekkert vera að slíta þessu neitt. Og svo er hérna nýju mótorinn hérna fyrir framann. Sjálf úrtæktin á þessu var mjög fljót, þetta tók ekki nema, já maður er ekki búin að tala í mikrofón, heyrist almennilega í mér. Okay. Að það var í sjálf sem mjög fljótlega gert, við vorum í kannski kringum 6 tíma að rífa gamla mótorinn og allt upp úr. Og svo var millikassin settur í aftur og sjálfskiptingin sett í, það var skipt input öxul inn í millikassan því að hann er með öðruvísi rillufjölda til að þetta virki allt saman og svo er milliplata sett aftan á mótorinn til að hann passi aftan á skiptinguna. Og svo þarf að taka mótorinn í og úr tvisvar upp á að setja mótorfestingarnar á réttan stað og mæla og þannig að hallin og allt á mótor sé rétt og það bara reykist ekki í neitt. Og svona fyrir alla Toyota-menn til að gera þá glaða þá eru notaði Land Cruiser búðar í þetta. Eldsneytiskerfið, það er rosalega einfalt, þetta er bókstaflega bara eins og myndin er hérna, það er bara beint úr tank sem fer í dælu, síu, inn á Comorail-dælu og beint aftur út á tank og inn á spísa. Ja, Comorail sjálft. Og ég 3D-prentaði bracket fyrir þetta til að hafa þetta í vélasalnum, margir aðrir setja það til dæmis í grindina en þú getur komið þessu næstu hvar sem er fyrir. Kælikerfið, það var mjög einfalt, það notaði sami vasskassi, ég fengi 4-2 vasskassa í bílinn sem fyrir slysni en það hendaði fínt því að útgangarnir hönduðu betur fyrir það heldur en upprunalega 2.8 kassin og setti svo rafmagns viftur 2 sem eru stýriðar af Canbus eða stýriðar af skjánum og það er hægt að stilla það alveg eftir bara hvaða hitastig þú vilt að kveikja á og hvað annað og svo er kælirinn hérna fyrir sjálfskiptinguna. Pústið, það er bara 3 tómu í gegn alveg og svo hitavafið eins og sést hérna og fer hérna alveg upp kemur undir pönnu. Upprunalega í bílnum þá er pústið eða túrbínan og annað er hérna megin þannig að það var smá gaman að taka þetta hérna niður en annars er þetta bara 3 tómu í gegn og túrbínan virkar sem hljóðdeyfur. Rafkerfið, það var einna helst mestu hausverkunin því að það sem átti að vera mestmegnis tilbúið að því var ekki alveg svo að þegar það átti að setja í gang þá kom í ljós að enginn virkaði ekki því að það vantaði það hefði bara ekki verið gengið almennilega frá því við kaupum, það vantaði pinna sem sagt til að læsa þannig að það var sambandsleysi þar því náðu að redda og svo grandaðist vélatölvan og ég víst fyrst í Evrópu til að ná að gera það með mínar heimildir og talandi við öll verkstæði úti þannig að hafa fengið önnur á láni og bílinn keyrir og gerir en er á aðeins og stóru og kraftmiklu mappi eins og er og þetta er allt saman talað saman með Canbus og það var brasa að finna út til að byrja með en þetta er mjög einfalt þegar maður er aðeins komin inn í þetta. Svo var ýmis smíði og flangsar sem þurfti að smíða og til dæmis má sjá þessa hólka hérna að þetta er raun og veru minkaninn í 2,5 tómu til að bara einfalda smíði og að þeir eru með eins og sést hérna svona smá röndum þannig að það blæs ekki af undir þrýstingi sílikonhósunar og annað á inntakskerfinu. Svo má sjá hérna hólka fyrir MAF-sensorinn sem að kemur á rör því upprunalega kemur hann í svona hálf eggjalaga plaströri og svo bracket hérna fyrir turbomótorinn því að þetta er afstýrð turbína í staðinn fyrir að vera vakkjumstýrð og strákanir í Stálex voru ægilega fínir og góðir og hleyptu manni í leyserskeran mæli eindreiði með að fara til þeirra ef vantar einhverju svona smíði og svo ásverk hér að renna þessa hólka. Og hérna smá myndband á honum í gangi, þetta er við svona cirka 50-60% gjöf en leifum bara myndbandur að tala sjálft. Til að taka það fram, það heyrist ekki alveg svona hátt í honum í alveginu með hátalarinn í íkjæðina hans. En já, svo bara svona til að þakka, þá vil ég hjálpa Voltus fyrir aðstöðu eða þakka þeim fyrir aðstöðu, pappa sérstaklega fyrir að nenna að brasi í þessu svolítið með manni og svo bara vinum og vandamönnum fyrir hitt og þetta. Annars bara takk fyrir mig og einhverjar spurningar. Ekki tímar en ég get sagt að kostnaðin og hann er samt minn en maður átti vona á með að við komum að fá með að við 300 hestafla mótor og átti að gera sjálfskiptingu og góða nýtni
þá var þetta í kringum 1,3 milljónir með vask og flutning, en það má alveg minnka það og það fer bara eftir hversu langt má fara. En með hagnýtingu, ég að gera þetta í fyrsta sinn, erum svo að græja annan svona bíl einnig líka, en hann kostnaðurinn þar töluvert lægri heldur en þessi frumraun. En tíminn allavega 100-200 klukkustundir í vinnu. Eitthvað fleiri spurningar? Bara takk fyrir mig. Góðan daginn, Stefán heiti ég og ég kominn til þess að sýna frá lokaverkefninu mínu, en það snýst að laga vélina í bílnum mínum. Bílinn af 1986, árgerðin af Pontiac Fiber Transam og ég nú þegar... Þennan? Nei. Góðan dag, Stefán heiti ég og hér kominn til þess að sýna frá lokaverkefninu mínu, en það snýst að laga vélina í bílnum mínum. Bílinn 1986, árgerðin af Pontiac Fiber Transam og ég hef nú þegar sett í hann 6 lítra LQ4 vél úr pallbíl. Hvað var gert og af hverju og svoleiðis, en ég valdi þetta verkefni vegna þess að ég lenti því í fyrra sumar að bílinn ofhitnaði allt svakalega, sem mér alveg óskiljanlegt, en þetta var eitthvað sem ég þurfti að horfast í augu við einhvern tíman. Verkefnið dróst það passlega að ég var í vanda staddur hvað varðaði val og lokaverkefni, en verklegt þurfti það klárlega að vera og þá lá beinast við að sameina þessa viðgerð í lokaverkefnið og nýta þá afsökun í að uppfæra vélina aðeins í leiðinni fyrst þetta var orðið skólaverkefni á annað borð. Það var aldrei spurning að bæta aðeins vel við vélina og kemur það hér í framhaldi og ég mun fara lítilega yfir upphafið á þessari vegferð sem ég byrjaði á 2021, en þá var ég einmitt að bjástra við grunddeild málum. Ég hefði ætíð heyrt það nefnt að svona vélar ígræðsla væri hentug vegna afkasta og hversu ódýrt þetta væri. Það var engin spurning að hoppa á þá lest. Þetta fremur sterk vél í grunninn og vinnuvél með smávegis lagfæringum og auka afköstu verulega. Byrjunin á þessu var að koma á hana fólksbíla, olíupönnu, flækjum og færa til stýristælu og alternator, klippa til rafmagnið og greiða úr því og tengja svo saman. Við byrjun á þessu vélarævintýri var þetta mjög spennandi að losna við gamla 350 smáblokkina sem var yfirleitt hálfganglaus og fá svo vél sem var með beinni innspýtingu og þurfa ekkert að pæla í þessu meir, bara að taka bensín og brosa. En brosið varði stutt þar sem ég hefði mist smurðrýstingin bara fyrsta metherinn sem ég keyrði að ég held. Svo vélið þurfti að fara úr nýmála vélasalnum en hún átti nú ekkert að fara úr honum, bara verið til friðis, enda ódýrt og einfalt verkefni að ég held. Hérna var ekki bjart yfir Betlehem. Það er gott að sjá hvað var að. Það voru nokkru hlutir sem við datt í hug þegar ég misti sérst smurðrýsting, en það er þekkt að orðingur á smurdælu við pikkubrjörið eða þó mögulega gölluð smurdæla, en það var eiginlega auðséð að kambáslegan sem lá í olíupönnunni hafði ekki átt að vera þar. En eftir að hafa spurt frá þeirri menn, þá er þetta víst algengt að lega fyrir miðri vél á það til að slíta sig lausa og fara á stað. En þetta skemmdi svo sem ekkert út frá sér, þannig að það var jákvætt og ég setti í hana nýjar kambáslegur og hélt áfram. En síðan 2001 hefur vélinn verið meira og minna til friðs. Minni áttar bílanir hafa komið upp eins og kerti og skynjarar og ég lenti því að svo að spóla í hringi í fyrra, nema ég misreiknaði það hve lengi ný dekk duga, svo að nálinn á hitamælinum var á grensunu við að detta úr honum og ég held ég hafi lesið hann í 125 gráðum og er það vist ekkert sérlega sniðut fyrir bílvél eða vatn yfir höfuð og eftir það varð bílinn hálf þjöppulaus annars vegar
En kjallarar í svona vélum eru mjög sterkir og til dæmis hafa menn notað upprunalega stimpla í 800 hestöfl. Blokkin sjálf er oft notuð við 1000 hestöfl með uppfærðum stöngum, en kjallarinn eins og hann er nóg fyrir mig, en þá þetta ekki að geta klikkað. En ég tók þetta allt og reif í sundur og þreif allt og skoðaði allt gaumgæfulega til þess að lenda ekki í tvíverknaði í þessari yfirferð. Mér langar ekki að fara í aðra svona uppgerð alveg strax. Strokkarnir litu vel út og var ekki að sjá neitt á stimplu, né athugavert í botniðina á vélinni. Fyrst það var ekkert aðkallandi þá lét ég það eiga sig. Það hefur ekki alltaf komið vel út að laga eitthvað sem er ekki bilað heldur. En það voru keypt ný LS3 álhett frá Speedmaster í Bandaríkjunum með vendlum og gormum og svo rockerarmar í heddinn með trönjón uppfæslu, en hún er öflugri að því leytinu til að það er hægt að snúa vélinni meira án þess eigi hægt á því að upprunalegu prjónarlegurnar fari í sundur og vélinn taki þær inn á sig. En það eru núna komnar kopalegur sem að hafa ekki eins álagspunkta og prjónarlegur, heldur eru þéttar við öxulinn í gegnum arminn allar hringinn og er öflugur að splittun við arminn líka. Ég keypti stórt Tvætek millihett einnig til þess að fá meira loft og geta loka húddinu. Það var eiginlega ekki hægt að loka húddinu með hinu millihettinu. Ég hefði leyst það tímabundið með að kaupa annað húdd til að geta lokað. En svo keypti ég líka nýjan Kompkams kambás. Hann er 617, 624 í lift og í stuttu máli þá dugar það alveg í bili. Ég setti líka nýja ARP headbolta. Eftir að hafa lent í smurveislunni hérna árið þá var smurdælan og allt því sem fylgdi mikið atriði. Ég fekk góða aðstoð við að græja þetta eins og best var á kosið. Og það er nauðsynlegt að miðjustilla tannhjólinn í smurdælunni, annars getur hún legið meira annars vegar og slitið henni mjög hratt eða valdið lágum smurþrýsting og sett svo bara málmagnir af stað í smurolíu og í smurgöng. Munurinn á heddunum er mikill, en það er helst að nefna stærri vendla, sprengir í með minna svo það eykur þjöppu, þau flæða mun betur, það eru stærri porta á þeim á móti þeim upprunalegu heddum. Fræðilega tölur á flæðinu er að LS3 heddin eru 318 CFM og gömlu heddin 244 CFM, meira loft, meira afl. Sprengirýmið á LS3 heddunum er 64 kúbík en á gömlu 71 kúbík. Gömlu heddin eru fín fyrir vélar með forþjöppu en ég hef ekki þörf fyrir slíka ennþá. Mikilvægt er að herða allt eftir bókinni og notaði ég leiðbeiningar frá GM sem er framleiðandi vélarinnar. Ég fekk aðstoð við að mæla gormana sem fylgdu nýju heddunum til að sjá gormþrýsting og ákveða hvaða kambás skyldi vera keyptur og ég vildi ekki eiga hættu á því að gormarnir væru annarkot of mjúkir eða of stífir. Til að lágmarka hættuna ofhitun aftur þá setti ég á vélina vatnsdælu 2002 Camaro en þá er stúturinn á vatnsdælunni beint fram en ekki upp eins og á gömlu dælunni því þá er ávísun á lofttappa eða út með kæla á sósurnar hærri en vaskassan sjálfan en ég vill hafa hann hæsta punkt því lofti leitar upp. En ég fjárfesti í 3 raða álvaskassa með trekklíf og 2 rafmagnsviftum og vatnsblás sem opnar í 80 gráðum en ekki 95 gráðum eins og var. Þessar vélar eru frekar heitt gengar en ég hef einnig sett undir bílinn vindhlíf til þess að moka loftið upp í vaskassan og auka kæligjötuna eins og ég get. En upprunalega millihettið er með 75 mm spjaldhúsi en núna er það 102 mm. Það er býsna mikil breyting á inntaki lofts. Áætlaður árangur, lauflétt graf sem sýnir í upphafi vegferðar þá er vélin 300 hestöfl og 488 Nm en núna eru áætluð 550 hestöfl og 660 Nm. Þetta er samkvæmt sama kokteili og menn hafa verið að nota úti og verið að mæla á dynobekkjum. Hérna er svo loka niðurstaðan. Hún er klár vélin í standi og ég er mjög ánægður með hana. Hún er til sýnis í vélasal vélstjórnar. En þetta verkefni var ekki bara að skipta hluti, heldur að skilja samspil smurkerfis, vendlabúnaðar, kælingar, tölvustillingar. Þetta er búið að vera lærdómsríkt og skemmtilegt og skelfilega dýrt. En vonandi að hún gangi næstu 4 árin án mikilla bilana og næst er að koma þá vélinni í bílinn og setja við brensín þrýstistilli fyrir nýju spísana og stilla hana svo til í tölvu en það verður ekki sama forritun í tölvun og var vegna breytinga. Svo eru hérna svona skemmtanagildið fyrir og eftir eitthvað í uppvaskinu. Það er lykilatriði í svona geira að hafa allt hreint og fínt.
Og svo er svona, já, fyrir og eftir. Og svo er kostnaðar og annað mikilvægt. Vara og aukahlutir í seðlatættarann minn kostuðu $7.500 án tolla og gjalda og vélinn kostaði $3.000. En þið velti kannski fyrir ykkur af hverju kostnaðurinn er settur upp í dollurum en ekki í íslenskum krónum, en ég rita kostnaðurinn í dollurum því þá líður manni ekki eins og þetta sé svona dýrt. En þetta er einhverstaðar rétt rúmlega 1500.000 frá upphæfi breytinga og við breytum því ekki. En sérstakar þakkir fyrir þetta verkefni fá Helgi Garðarsson, Haraldur Guðmundsson, Summit Racing, Rock Auto, Speedmaster, PayPal og Pepsi Max. Takk fyrir mig. Alls ekki. Þetta bilar ekki á meðan að þið er ekki í gangi. Spurning, er það sviðsett minn? Þetta? Nei, ég bjó til þess í gær. Það skipti engu hérna hvort þið er. Þetta er hvað það saman. Ég tekki selv að þetta. Góðan dag, ég heiti Ægir Diego Víðisson og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem snerist það að smíða og hanna slönguvörpu úr málmi. Hvað er slönguvarpa? Slönguvarpa er tæki sem nýtir sér þyngdaraflið til þess að geta kasta hlutum langt frá sér. Þetta á að nota fyrir mörg hundruð árum í stríðum til þess að brjóta niður veggi í borgum og fleira. Hún er með 5 meginhluti, það er grindin sem heldur slönguvörpunni uppi, svo er það öxull, á öxlinu er festur kastarmur, svo eru vogararmar og teygja. Af hverju datt mér þetta í hug? Ég sá myndband af manni smíða slönguvörpu úr timbri, þar sýndi hann virkni á svona kastvél og mér fannst þetta áhugavert. Svo datt það í kollin á mér að ég geti kannski nýtt mér það að búa svona til fyrir lokaverkefni mitt. Það þarf að hanna þetta og smíða þar sem ég nýti mér kunnáttu sem ég hef aflað mér úr fyrri áfögum eins og grunntekningu, smíði, suðu, stærðfræði, eðlisfræði og burðarþolsfræði. Hönnun. Ég fór að skoða mismunandi gerðir að slönguvörpum á netinu og þar sá ég eina gerð sem ég fannst líklegt að geta smíðað á svona litlum tíma. Ég var augljóslega ekki að fara að smíða tæki sem er 10 metrar á hæð, þannig að ég fann mig gerð sem kallast Whipper Trebuchet. Já, það er þessi hérna. Hún er bara svona á hæð við mann. Hún getur verið lítil og kraftmikil þar sem hún fer næstum í heilan hring áður en hún kastar. Ég fór að skissa myndir á blað og ákveða stærðir. Með því að gera það fann ég út hvað ég þurfti mikið af efni í smíðina. Aðstaða. Ég er starfsmaður hjá Slipnum Akureyri DNG. Ég fekk leyfi frá yfirmanni að vera með lokaverkefni mitt þar inni og þar gat ég nýtt mér verkfæri fyrir smíðin. Smíðin. Ég keypti efni hjá Ferrosing. Þegar það var komið skar ég það niður og setti það á bretti. Grindin. Ég notaði prófíla til þess að smíða grindina. Ég skar þá þannig að ég geti gert 60 gráðu þríhyrninga. Þegar ég var búinn að gera 2 þríhyrninga þá sauði ég þá saman til þess að búa til grind. Og já, eins og sést þannig á 3. myndinni, þá er grindin komin. Já, öxull. Ég fekk aðstoð frá fyrrverandi nemenda sem útskrifaðist fyrir 2 árum. Hann var það að taka í sundur sitt eigið lokaverkefni og bauð mér legur sem nýttust í mitt verkefni. Ég smíðaði festingar fyrir legunar og sauð þær ofan á grindina. Síðan festi ég öxullin við legunar og setti þær ofan á grindina. Kastarmur.
Kastarmurinn er festur við öxulinn og er sá hluti sem kastar. Ótrúlegt satt. Ég hannaði hann þannig að það væri Ég hannaði hann þannig að hann væri breiðari við öxulinn til að hafa meiri styrk en mjókka þessu út í endan til að spara þyngd. Á endanum á kastarminum festi ég teygju og spotta sem heldur á kasthlutinum. Við kastarminn eru festir 2 vogararmar. Þeir eru þungir og sjá að snúa kastarminum þegar þeim er sleppt. Ég gerði gráðu á þá svo það væri auðveldir að setja tækið upp áður en kastað er. Ég útbúði þá að það væri hægt að setja mismunandi þyngdir á þá. Svo er hægt að sjá hérna þegar ég er búinn að setja kastarminn og vogararmann saman og já. Teygja og losun. Á endanum á kastarminum setti ég pinna og spotta með lykkju. Þegar armurinn fer upp losnar lykkjan af pinnanum á réttum tíma og þá sleppir tæki kasthlutunum. Prófun. Þegar smíðin voru tilbúin fór ég út að prófa tækið. Í fyrstu virkaði það ekki alveg eins og ég hafði hugsað mér. Ég sá að vogararmarnir voru ekki nógu þungir og fóru of langt í snúningnum. Þá bætti ég við 19 kg af stáli sem aukaþyngd og eftir það var virknin miklu betri. Þannig að fyrst þegar ég var búinn að smíða þetta þá sjáum við að það er engin aukaþyngd hérna og síðan skar ég niður meira til þess að setja aukaþyngd og þá var virknin mjög betri. Svo er ég með myndband af virkninni og í þessu myndbandi þá losast tennisbolti frá slönguvörpunni og það er alveg rosalega læti í tækinu hjá mér út af því ég er með það ofan á bretti. Kostnaður. Efnið í verkefni kostaði 35.000 krónur alls. Það innifól stálið, teygjur og aukaþyngdina. Verkefni tók líka mjög mikið tíma og ég myndi áætla að ég hafi unnið í því 80 klukkutíma. Loka orð. Þegar við erum á síðustu önnun okkar erum við í fáum áföngum og getum þá nýtt frítíman okkar í það að gera lokaverkefni. Það sem er sniðugt við áfangan er að það er hægt að nýta sér svo mikið sem maður hefur lært í skólanum og sett það í eitthvað verkefni. Verkefnið hefur aukið sjálfstæðið mitt og sjálfstraust sem verðandi vélstjóri. Það hefur sýnt mér að ég ekki tekið verkefni að mér sjálfur og fundið út úr þeim. Fyrir mér er það einn mikilvægasti lærdómurinn sem ég tek með mér úr þessu verkefni. Ég vil þakka Ferrósing fyrir afsláttuna á efninu. Ég vil einnig þakka Slipnum og Akureyri fyrir að leyfa mér að nota aðstöðuna við smíðina. Svo vil ég sérstaklega þakka slípiróknum mínum fyrir að hafa staðið sig í þessari miklu vinnu. Takk fyrir að hlusta. Já, ég fann hann. Til hamingju með þetta, drengir, glæsilegt og vel gert hjá okkur. Þeir verða sem sagt hérna fram í vélstjórn með verkefnin sín, þannig að fólk getur komið og spjalla við þá. Við bjóðum upp á kaffi og kleinur og bara góðar stundir. Takk fyrir.